Ert í vonlausu sambandi. Veldu frelsi. Forsölunni lýkur 2. mars. Samsung. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 21. febrúar. Það er af nóg að taka vettvangi stjórnmálana, svo mikið raunar að maður kemst eiginlega bara yfir innlenda vettvangin, þó af nógu sé að taka af hinum erlenda einnig, og ætlum að gera þessu góð skil hér í dag. Það eru stór mál á vettvangi sveitarfélaganna og ríkisins reyndar líka. Kennaraverkfallið heldur áfram í dag og svo virðist vera sem að það muni halda áfram í næstu viku líka vegna þess að samband íslenskra sveitarfélaga og ríkið hafa hafnað miðlunartillögu ríkisáttasemjara eða hugmyndir það að ná samningum. Kennarasambandi var búið að samþykkja þetta fyrir sitt leyti en það er einhver staðar sem að hnífurinn stendur í kúnni. Mínar heimildir herma að það sé búið að semja 22% launahækkun til kennara en að kennarar standi alveg fastir á því að þeir geti þrátt fyrir þessa mikla hækkun endurskoða samningana innan samningstímabilsins og sagt honum upp. Það ætla hinir samningsaðilarnir ekki að fella sig við. Þetta er allt hið ótrúlegasta mál en vonandi að það náist botn í þetta á allra næstu dögum því að þau sem að líða fyrir þetta helst eru þetta nemendurnir, bæði ungir og gamlir. Og inn í þetta mál tvinnast auðvitað Heiða Björk Hilmisdóttir sem er formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Það er margt sem bendir til þess að hún muni taka við sem borgarstjóri í Reykjavík á auka borgarstjórnarfundi núna klukkan 16:40 í dag sem að boðaður var með afbrigðu með sólarhrings fyrirvara seinnipartinn í gær. Heiða Björk, hún er auðvitað oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavíkurborg og hún virðist vera að ná því markmiði að tjasla saman risastórum hópi fólks í meirihluta, nokkuð naumum meirihluta á vettvangi borgarinnar og tryggja þar með völd vinstri manna í borginni fram að sveitarstjórnarkosningum að vori komanda þar sé árið 2026. Það verður fróðlegt að sjá hvernig þeim mun takast til en okkar heimildir herma að það hafi gengið nokkuð brösulega að koma meirihlutanum saman og að tilfinningaríkar senur hafi á sér staðið í Ráðhúsinu í gær þar sem að fólk hafi jafnvel skellt hurðum og farið grátandi út af fundum. Þetta mun nú allt skýrast vonandi helgina og hvet ykkur til að fylgjast með Morgunblaðinu sem kemur út og inn lúguna strax í fyrramálið á laugardegi. Svo langar mig til að minna nú aftur á Byrlunarmálið sem ég hef verið að gera skil hér á vettvangi blaðsins á síðustu dögum og vefnum líka. Í gær birtu við stóru mikla fréttaskýringu málið og á morgun verður framhald á því máli. Ég hef ítrekað og held áfram að biðja Stefán Eiríksson útvarpsstjóra að koma hér til mín í Spursmál og svara spurningum sem varða stofnunina sjálfa en það virðist vera eins og að pósthólfið hjá Stefáni liggi niðri því að hann er alveg steinhættur að svara þessum kurteislu og frekar einföldu erindum mínum. Við skulum sjá hvernig það allt fer. Örlítið af erlendum vettvangi. En heldur vopnahléð á Gaza og það byggir meðal annars á því að Hamas-samtökin hafa fallist á að afhenda þá gísla sem hafa verið í haldi samtakana frá 7. október 2023. Meðal þeirra sem nú eru komin heim eru börnin Bíbas fjölskyldan sem að var numin á brott þennan dag. Við reyndar höfum fengið fregnir af því að móðirinn sé ekki komin í hús þó að Hamas-samtökin hafi haldið því fram. Þau eru öll dáin. Þau voru afhent í gær í líkkistum. Nú ætla að sýna ykkur hér örlítið myndband sem að sýnir hrottaskapinn og meðferðina, ekki bara lifandi fólki heldur dauðu einnig. Hvers konar skepnur eru það sem efna til rocktónleika og hátíðarhalda þegar jarðneskar leifar 9 mánaða barns og 4 ára bróður hans eru fluttar með þessum hætti í hendur fjölskyldu og ættingja. En nóg þennan hrylling. Við ætlum hér í lok þáttarins að ræða við 2 formannsframbjóðendur í Sjálfstæðisflokknum. Áður en að því kemur ætla ég að ræða hér fréttir vikuna við 2 mjög reynslumikla blaðamenn og hvet ykkur til að fylgjast með því samtali líka. En áður við höldum í örstuttar auglýsingar þá ætlum við að fara aðeins hérna yfir stöðu stjórnmálaflokkana á samfélagsmiðluna síðustu vikuna. Við ætlum að halda uppi þeirri venju hér í vetur. Það af mörg að taka hvernig stjórnmálaflokkarnir kynna sig og sitt starf á þeim vettvangi.
Fyrstu dagar nýs þings hafa farið hressilega á stað. Í byrjun vikunar kepptust nýir þingmenn við að deila sínum fyrstu skrefum í þingstörfum. Tilfinningin sú að annar hver þingmaður hafi flutt jómfrúaræðu og deilt tilþrjónum á samfélagsmiðla. Jón Gnarr, nýr þingmaður Viðreisnar, hefur að sjálfsögðu tekið þátt í gleðinni og hér veitir hann þjóðinni innsýn inn í heim Alþingis í léttum hústúr. Setustofa, klósett. Þannig að þú ert með klósett, slökun, klósett. Menntamálin hafa verið ofarlega á baugi og nýliðarnir María Rut Kristinsdóttir og Snorri Másson virðast ætla að taka málaflokkinn föstum tökum. Og í ræðu núna daginn þá kom hún með furðulegan rökstuðning fyrir þessu. Miðflokksmadaman Nanna Gunnlaugsdóttir ekki systir bróður síns fyrir ekki neitt og hjólaði í RÚV og útvarpsgjaldið af krafti. Þjónustuna eða fréttaflutningin. Það Keifrost og Togga sóttu alþjóðlegu öryggismálaráðstefnuna í München þar sem þær funduðu með helstu leiðtogum og ráðherrum heims, enda alþjóðamálin ofarlega á baugi þessi misserinn. Nú styttist í uppgjör hjá sjálfstæðisfólki en Heimlich-meistarinn Áslaug Arna og ísdrottningin Guðrún Hafsteins gátu þó slíðra sverðin og pósa fyrir mynd á kjördæmisþingi Norðausturkjördæmis í vikunni. Nú bara að sjá hvernig þær komast frá viðtölum sínum hjá Stefáni hér á eftir. Þetta Payday, bókhaldskerfið sem auðvelt og einfalt í notkun. Payday, næstum því of auðvelt. Vantar þig nýtt skrifborð? Híslan með öll H1 rafmagnsborð nú á 50% afslætti. Verð nú frá 47.750 krónum. Híslan skrifstofuhúsgögn, Skeifunni 8 og híslan.is. Tryggðu þér 10 króna afslátt af hverjum lítra eldsneytis með Ólís og OB-kortinu og safnar vildarpunktum Icelandair eða aukakrónum í leiðinni. Ólís, vinur við veginn. Þegar löngunin læðist að þér. Rannsóknir hafa sýnt fram á að Nicorette munnsógstöflur draga úr nikótínlöngun á aðeins 5 mínútum. Nicorette með fersku myntubragði. Þú ert líklegri til að hætta með Nicorette. Hjá Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbusævintýraferðir. Komið þið sæla 9. Við erum konið hér með 2 góða gesti sem að þekkja vel til frétta vikunar, enda frétta Haukar miklir með mikla reynslu af því sviði. Það Jónki Hauksson sem að var áratuga skeiðir ritstjóri Frjálsrar verslunar og hefur núna opnað nýjan vefmiðil, gravarvogur.net, og svo Jakob Bjarnar Gretarsson sem að fer mikinn alla jafna á vísi.is með mergjum fréttaskýringum og frábærum viðtölum, leyfi ég mér að segja. Sælir. Já, sætt og blessaður. Góðan daginn. Það ekkert ofsagt í þessu það? Nei, við erum mjög óværir. Vansagt. Já, vansagt, já. Ég var að taka þetta upp aftur. Já, það er ekki bara best. Ég veit nú ekki hvar maður á að byrja í þessari stóru fréttaviku. Það auðvitað gríðarleg tíðindi af alþjóðasviðinu, en það líka bara allt á suðpunkti allstaðar í íslensku þjóðlífi. Það bara kappsíður á öllum keipum og bæði á þinginu, þar sem að púðurtunnan, Inga Sæland, það þarf ekki mikið til að sprengja þá púðurtunnu eins og sannaðist nú í fyrirspurnatíma í gær bara þegar Hildur Sverrisdóttir gekk á hana með þetta styrkjamál sem að virðist nú ekki sjá fyrir endan á. Er þetta ekki bara eins og hún heldur fram stormir í vatnsglasi sem að Morgunblaðið reynir að halda lifandi? Já, nú þetta orðin hrútspunga fíla sem að veltur hérna úr hádegismónum og ég ekki frá því að þetta sé rétt hjá henni. Hugsið ykkur ef að til dæmis að Bjarni Benediktsson hefði sagt þetta í ræðustól
Með öfugum formerkjum náttúrulega. Já. Hvernig heldur þið að fjölmiðlar líti út í dag? Hvernig hefur þið brugðist við? Stöð 2 og Vísir og RÚV slepptu algjörlega þessu í kvöldfréttum í gærkvöldi. Kom ekki neitt inn á það að hún hefði sagt þetta. Nei. Ég fór og hlustaði sérstaklega á þetta, en það kom mér mjög óvart að þetta skildi vera þakka niður vegna þess að við vitum að þetta er náttúrulega svo mikið sagt. Þetta er svo dónalegt líka. Það er það sem þetta er í gangi. En það er náttúrulega ekki þakka niður. Þetta er náttúrulega, við segjum frá þessu á Vísi. Jó, þið segir frá þessu Vísi. Og það er ekki hægt Stöð 2 og Vísir þetta er sama fréttastofan. Já. Og það er ekki hægt að tala um að það sé verið að þakka eitthvað niður eða eitthvað birtist ekki í fréttum Stöðvar 2 þegar við erum búin að blasta því í Vísi. En þú ert náttúrulega svolítið í línulegri dagskrá. Já, sko línulegri. Þeir eru komið í hásama strax. Nei, mér finnst bara skrítið að hvorki RÚV hafi sagt þetta í kvöldfréttatíma. Já, hún er auðvitað stóritt að upplægi. Er þetta ekki líka kannski það að fólk eru auðvitað ónæmt fyrir því? Hefur Þorgerði Katrínu og Kristrúnu tekist það sem að maður hefur talað að það er langið mest, það er að segja að bleita þessu upp í þessu púri? Þær hafa augljóslega verið að reyna það og það kom nú berlega í ljós í þessu máli sem að snýra skólastjóranum þegar hún hringir í hann alveg snarvitlaus og segir hvar er skórinn og svo herma heimildir að sko, þú veist hver ég er og ef að þú ferð ekki og leitar að skónum þá bara hringi ég í lögregluna vinur minn og ég hef samband þar. Og fór Ársæll blessaður að leita skónum? Sko, Inga helli sér yfir fréttamann okkar, hún var með spurningu á mínum vegum, ég hafði verið að reyna að eyða hálfum degi í að ná í hana. Hálfum degi og þú veist, ég var orðinn alveg brjálaður sjálfur, þannig ég skal viðurkenni það bara alveg. Þannig að hún er að fara, Elín Margrét er að fara og spyrja hann út í annað sem er fundur sem að Inga Sæland stóð að húsnæðismál og svo spyr hún hann að lokum. Sko varðandi þetta samtal við skólastjóran og þá bara trompast mín kona. Hún bað svo síðar afsökunar á því en vel að merkja, hún þverneitaði fyrir það að hafa nefnt lögregluna í þessu samtali eða að minnst á stöðu sína sem að náttúrulega hvert mannsbarn veit hver er. Þetta er orð gegn orði, er það ekki við skólastjóran? Þetta er orð gegn orði og ég hringdi svo í skólastjóran og hann bara bar við trúnaði sem að mér finnst nú vera svolítið vafasamt. En ábyrgð þín er mikil, Jakob, vegna þess að Flokkur fólksins hefur reiðst mjög yfir fréttaflutningi Morgunblaðsins og þeir vilja nú reynilega taka okkur af þessum opinberu ömurðar fjölmiðlastyrkjum. Og þeir nefna gjarnan þetta stóra skógarmál í því samhengi, en það er alltaf þín ábyrgð á ekki miklu frekar að svipta sín þessum fjölmiðlastyrk. Sko, ég held að það að Sigurjón vilji svipta ykkur ríkisstyrknum tengist nú meira svona ykkar umfjöllun styrkjamálið. Og smábátaútgerð Sigurjóns. Já, og En þau nefna skómálið Ég ætlaði einmitt að kenna þér það að við værum teknir með í skoðum þetta styrkjadæmi aðeins. Ég bara alfarið á móti þessum styrkjum. Mér finnst þetta, þú ert að þetta er í hinni stóra samhengi þá er þetta smánarlegi styrkir. Þeir eru það. Og það er auðvitað komið í ljós af hverju þeir eru til óþurftar að því að stjórnmálamyndinni nota þetta sem refsivönd á fólk sem að vinna sína vinna. Nákvæmlega, þetta hefur lagt svo vopnin í hendurnar á alls konar nettröllum sem að skýrast ekki við að tala um það þá að við hinni frjálsu fjölmiðlar séum orðið ríkisstyrktir. Og hafa auðvitað sitt hvað til síns máls þó að í sjálfu sér sé þetta ekki alveg rétt. Við neyðumst til þess að spila leikinn. Þú bara, ef við erum í fótbolta og það er bara komið upp reglur rangstöðu, þá er ekki eitt liði sem að geta tekið sig út og hafna styrkjónum og spila bara leikinn eins og það sé engin rangstöða lengur. Síst af öllu í þessu umhverfi þar sem að ríkisútvarpið kín yfir öllu og þurrkar upp auglýsingamarkað og annað í þeim. Nákvæmlega. Þannig að sko við erum nauðbeygð til að taka við þessum styrkjum en sko þessi hótun Sigurjóns er náttúrulega fyrir neðan allar hellur og mér þótti einmitt mjög leitt að hugsa til þess, hann er að tala um að lækka þakið, sem þýðir það að við sem erum að fá samt hlutfallslega langminnst úr þessum potti, það er Morgunblaðið, Árvakur og svo við,
erum auðvitað að fá hlutfallslega langminnst úr þessum potti, þau ætla enn að lækka þakkið á því. Ég veit ekki niður í hvað. Og til þess að þá dæla peningum í fjölmiðla sem að litlu máli skipti í heildarsamhengi hlutana. En þetta eru 2 styrkjamál sem að rugla fólki í rýminu. Þetta eru þetta fjölmiðlastyrkirnir, en svo eru þetta styrkirnir til Flokks fólksins. Jón, hvernig horfir þetta við þér? Er þetta stormur í vatnsglasi eða er þetta mál sem á eftir að þvælast fyrir nýjum fjármálaráðherra sem að virðist nú vera komin til starfa til þess að vanda sig og ætla að gera hlutina vel? Já, ég held að þetta verði mjög erfitt fyrir Daða og hvað ég segja? Sko, þetta ekki stormur í vatnsglasi. Við erum að horfa á það að þetta mun skaða ríkisstjórnina, þetta mun þvælast fyrir henni, þetta hangir yfir henni og hana vantar í rauninni sko, það sem við köllum kannski bara næði til þess að vinna. Mér fannst Daði, hann eiginlega, ég segi bara alveg svo að hann gerir svo lítið í rauninni sko úr alþingismönnum að menn setja lög, það rættast til að það sé farið eftir lögunum, þau gilda fyrir almenning, virðist ekki gilda allt í stjórnmálamenn, Daði talar bara það þetta sé fjármálaráðendur og embættismönnum að kenna, ekki Flokki fólksins. Sem þó setti lögin. Sem þó setti lögin á samt öllum. Út frá því var auðvitað spurningin leiðbeiningarskylduna dálítið hæpin, en látum það líka milli hluta sem borgararnir, stjórnmálaflokkarnir og aðrir eiga rétt á því að fá leiðbeiningar frá yfirvöldum. En svo kemur bara upp úr krafsinu að þau fengu leiðbeiningar frá skattinum sem að þau hirtu síðan ekki um. Já, en það sko, það sko, þú ert fann að hunsa líka sko þetta, það kemur upp mál að það fólk vissi ekkert af þessu. Það hefur verið að ræða þessu mál, það hefur verið að skoða þau. Það að Daði segja þetta sé ekkert mál, þetta sé ekki þess sem að sveik, sem Inga Sæland. Hún vissi þetta allan tíman og hún var að fá peninga án þess að flokkurinn uppfyllti þau lög sem að þurfti að uppfylla. Flokkur fólksins stjórnmálaflokkur. Það verkist enginn í vafa það, en hann ekki stjórnmálaflokkur sem uppfyllir lög og skilyrði að fá fjárframlög frá ríkinu. Gerir það ekki ennþá, en þau ætla að bæta því núna á laugardaginn. Jakob, mun þú ekki fylgjast náið með landsfundi Flokks fólksins? Það hlýtur að verða talsverð sena, þinn fyrrum kollegi og vinnur Heimir Már Pétursson, þar orðinn? Já, hann þar orðinn aðalmaðurinn í partíinu. Það nú engin aðal nema Inga Sæland, held ég. Menn hafa verið þær vinkonur þínar í podcastinu komið gott, þær hafa nú verið að spá því að þetta verði ein allsherjar flugeldasýning og þær að velta því fyrir sér hvort sé frekari Heimir eða Inga Sæland. Getur þú vitnað um það? Ég get vitnað um það að Heimir býsna frekur. Já. Og ég hef nú unnið við hlíðans bara í mörg herrans ár og hann fastu fyrir. Ég get alveg sagt ykkur það. Ég held að það sé nú meira fylgst með, og það nú reyndar svolítið skrítin staða, þegar við lítum til þess að Sjálfstæðisflokkurinn hvað fekk hann út úr síðustu kosningum? 19,4% það ekki? Já, það ekki fylgst með neinum landsfundi eins mikið og komandi landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Þar næstu helgi? Sem smáflokkur. Aðra helgi, já. Já, en það verður heldur betur Búist við 2200 manns í Laugardalshöll. Formannslagur milli tveggja kvenna, mjög frambærilegra verði ég að segja. Þannig að það svolítið skrítið að þetta skuli vera veigamesti pósturinn í pólitísku lífi, þessi landsfundur, meðan stjórnarflokkurinn heldur sinn landsfund þar sem að, allt þetta undir sem að þú ert að nefna. Jú, það var í eldhúsinu heima hjá henni. Eldhúsinu heima hjá henni. Manni dettur nú í hug svona hinn fleygu orð, var ekki Einar Ben sem að sagði það sem höfðingjarnir hafa staðið. Hinnir halda þeir megi það. Það kannski þar sem að brennur helst varðandi þetta styrkjamál, að það ekki hægt að líða það að löggjafinn setji lög og telli svo að hann geti bara skauta léttilega fram hjá þeim meðan við hinn, almúgin,
við eigum að fylgja þeim í hvívetna. Það verður vitnað til þessa máls í dómsölum þegar almenningur fer að verja sig gagnvart. Þetta mál mun fara fyrir dómstóla. Heldur þú það? Hlýtur að gera það. Já, það. En var það ekki með 2 lögfræðiálit á Jó, sem eru náttúrulega pöntuð auðvitað. Það er ríkislögmaður og síðan... Síðan hafa komið fram lögfræðiálit sem að hafna þessu náttúrulega gerur það sem hann að gera. Aðalatrið auðvitað það að nú komið fram að skattunum veitti leiðbeiningun og það var aðalröksemdin í... Jú, en af hverju gerir ekki skatturinn athugasemdir við það þegar að flokkur fólksins sendir inn sína skattskýrslu? Já. Það eru tekjur, það eru býtið því að þið uppfyllið ekki skilyrðin. Það eru margar brotalamir augljóslega í þessu. En það eru fleiri mál. Tandam á Kristófersson, hann fekk aldeilis verkefni í fangið þegar að Arion banki lýsti yfir að hann vildi kaupa Íslandsbanka eða sameinast Íslandsbanka. Er þetta útilokuð sviðsmynd eins og stjórnmálmyndin tala? Já, vinurinn Hörður Ægisson sem er nú innherji á Vísi, stjóri þar, hann kom nú með, var nú að ræða þetta og er auðvitað mjög fróður maður þessi mál. Ég tel að þetta sé mjög langsótt að þetta verið leyft. Ríkið á núna 500 milljarða sem sagt í bönkum á 415 milljarða sem ég með Landsbankan á í dag og hlutur ríkisins í Íslandsbanka eru 100 milljarðar. Markaðsvirði bankana allra er 1000 milljarðar. Út á hvað gengur þetta mál? Að Arion banki, Benedikt Gíslason, hann kemur með þetta eftir lokun markaða á föstudegi. Bankastjóri Íslandsbanka sagði að hafa verið að fara í einhvers konar rólega helgi en sagði að hún hefði breyst í eitthvað allt annað. Eftir hverju verið að slægjast? Jú, þú ert með markaðsvirði á nýju fyrirtæki sem eru upp á 500 milljarðar. Hvar ætlar þú að fá þessa framlegð? Hvar ætlar þú að fá þennan sparnað? Jú, það er eitthvað sagt að þeir geti fækkað starfsmönnum 600-700 manns eitthvað slíkt? Já, það eru 2700 starfsmenn sem vinna í bankakerfinu á Íslandi. Ég er ekki alveg með tölun á hreinu hvað eru margir í Arion og Íslandsbanka. En þetta er tvennt sem að sparnaðurinn kemur bara með tvennum hætti. Það er annars vegar að þú segir starfsfólki, jú, þú notar kannski fjártækni eða þessi tölvukerfi, þar sparast eitthvað, hugsanlega eitthvað húsnæði, en stóra málið er líka að þau eru komið með svona stóran banka að þá nærðu betri kjörum erlendis í sem sagt skuldabréfaútgáfu þannig að þeir horfa sem svo á, við erum ákveðin vaxtatekjur og vaxtakostnað, fjármagnskostnað, sá fjármagnskostnaður mun lækka. En er þetta þá ekki brilljant hugmynd fyrir neytendur og annað? Já, og þá segja menn, jú, þarna eru sparnaður sem svo mikill, 4-5 milljarðar á ári fyrir bankakerfið og neytendur muni fá þennan sparnað. Segjum er annan, já. Og þá gerist það að menn segja þetta, er það nú mjög líklegt, er þetta ekki bara 2 stóri bankar, Landsbanki og þá þessi risabanki. Kvika? Já, Kvika er 90 milljarðar skráður í Kauphöllinni. Þá segja menn sem svo, jú, mun þetta einhvern tímann leiða til þess að þetta fari til fólksins eða það verði lægri og fyrirtækja þetta og það verði lægri vextir. Augljóslega meiri fákeppni hjálpar til í verður hagkvæmni stórreksturs en á móti kemur hin hliðin að ég sé það ekki fyrir mér að það séu að stjórnmálamenn bekenni annað en það séu 3 stórir bankar á Íslandi. Hvað segir þú, Jakob Bjarnar? Heldur þetta sé dautt mál, andvarafætt? Ég hefði nú haldið að það væri fordæmi fyrir því að samkeppnisyfirvöld bara setja fótinn niður og strækja á þetta. Hörður, ég myndist á hann orðar það svo að þetta muni taka, þetta eru risaverkefni og muni taka 2 til 3 ár hjá Samkeppniseftirlitinu að samþykkja þetta. Já, bara fara yfir máli. Bara fara yfir máli, það þarf jafnvel bara að fá auka fjárveitingu bara til þess að ráða fólki í það að bara fara yfir þetta risamál. Þeir gátu nú skrifa 70 sína skýrslu skilgreiningun á majónesi, þannig að þeim hlutur ekki orðið yrkisefni þessu. Já, og þeir fengu nú auka fjárveitingu til þess að fara í furðulega sem sagt rannsóknir á einhverjum tengslum í sjávarútvegi og eitthvað þess að það. Sem liggja fyrir. Aðalatriðið er þó það að það eru litlar líkur, hann þarf að endurtaka það nokkru sinnum hann Benedikt að þeim sé alvara í þessu máli. Það segir okkur líka eitthvað að býtu hvers vegna er það? Jú, vegna þess að fólki finnst þetta hugmyndin getur verið snið út frá sparnaði í bankakerfinu en annað samkeppni
minki og að þessi hagnaður hann fari ekki til fólksins. Benedikt bætti því við, bankastjóri, að það væri þannig að hann gerði ráð fyrir að Samkeppniseftirlitið myndi setja allskis skorður, leyfa þetta en setja skorður og tryggja það sem sagt að það yrði ákveðin samkeppni samt sem áður. Svo vitum við náttúrulega að fyrirtæki á Íslandi eru í samkeppni, sko fara bara beint til útlanda til þess að sækja peninga, fara þá tengja framhjá, en við smælingjarnir, við fólki á götunni, við gerum það ekki. Þetta er forvitnilegt mál, en langtímaverkefni sem mun örugglega koma hér inn á borð aftur, en það eru kannski mál sem að standa okkur næri tíma og viðast aðkallandi. Reykjavíkurborg. Já, það er nú. Einar Þorsteinsson, þetta reyndist mikil afleikur hjá honum. Hann er út í kuldanum. Ég er algjörlega ósammála. Ég veit ekki hvort að það er hægt að fullyrða að þetta hafi verið afleikur hjá honum. Ég held að hann hafi bara talið sig vera komin, hann hafi verið bara fastur í einhverju feni, hann kæmi hvorki lönd né strönd. Annarkvort var þá þessi ákvörðun afleikur eða myndun meiri hlutans með ég held að hann hafi gengið út frá því sem vísu að hann væri að fara að mynda annan meiri hluta. Og þær viðræður voru hafnar að einhverju leyti. Vilyrði komin. Og Helga Þórðardóttir var á leið inn í þær viðræður. Hún vissi ekki betur en að hún væri að fara að taka þátt í nýju meirihlutastarfi. Og hefði umboð til þess. Þá kemur allt í einu hringing frá frú Sæland sem er nú mikill örlagavaldur í bæði borg og landsmálum og segir, nei, takk fyrir, þú ert ekki að fara neitt, þú ert ekki að fara fet, ég ætla ekki að taka þátt í því að leiða Sjálfstæðisflokkinn til valda í borginni. Og þá er náttúrulega Einar sigldur upp á sker, kemst hvorki lönd né strönd með þetta og nú er hann bara að brenna skjöl niðri ráðhúsi. Er svartur reykur úr og spilar á lút, hann er bara eins og þýskur herfóringi. Ég er algjörlega ósammála sko að ég tel að hann ætlaði að gera þetta sem þú ert að segja. Hefði hann ekki bara þurft að innsigla það áður en hann fór og sprengdi allt í loftu? Jó, hann eins og hann segir með Helgu, hún skiptir skoðun greinilega. Já, hún skiptir ekki skoðun, Inga. Já, ok, og hvort að Kristrún hafi komið svo til Ingu, það eru allskis plott í gangi. Kristrún hafnar því alfarið, Morkin hélt þessu fram, Kristrún hafnar. Þær áttu fund upp í stjórnarráði, það er staðfest. Fund í hátinn, skömmunáður að sjá hvernig kemur þess. Þetta er mesta lán fyrir Sjálfstæðisflokkinn í Reykjavík að þetta skildi hafa splundrast. Og ég ætla líka að fá að segja það að ef að Sjálfstæðisflokkurinn eins og stemdi í ætlaði sér að fara þarna inn í einhverja stjórn, nýjan meirihluta með Framsókn, sko flokkurinn, það hefði verið mjög slæmt. Flokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn er að græða miklu meira á því að leyfa þess að klárast þessu máli, hann mun koma miklu sterkar inn í næstu kosningar. Minnumst þess að Davíð Oddsson, hann kom inn 1982 eftir að hafa verið vinstri stjórn. Þessi er náttúrulega búin að vera svolítið lengi í borgarstjórninni. Davíð var búin að sitja síðan 70 ára. Þannig, og ég ætla líka að fá að bæta því við að Einar Þorsteinsson, núna, mín skoðun er svo að hann eigi miklu meiri möguleika á að koma núna á spretti inn, mótmæla hinn og þessu, tala græna gímaldið og sem að hann ber nú ábyrgð á sjálfur. Já, sem að hluta til eins og svona. Á hann að fara að tala gegn því sem hann ber sjálfur ábyrgð á. Akkur er hann ekki búin að fella þessi jólatré þarna niðri við flugvöllinn? Já, öskilið, þetta er svo frálegt. Alveg borgarstjóri fer bara með keðjusögin á þessi tré. Já, leiðtogi stendur upp Ég er ekki verið að fella þessi helvítis tré. Jú, en málið er það að hann mun, ég segi það, lán fyrir Sjálfstæðisflokkinn að Inga Sæland skildi hafa hringt þetta símtal eftir hádegi á þessum laugardegi og ég segi líka að Einar Þorsteinsson mun örugglega, eða Framsókn, ég held að það sé meiri líkur núna að þeir nái mann inn í næstu kosningum heldur en ef hann hefði haldið þess áfram. Hann gerði mestu mistök sem einn maður getur gert. Hann fer í kosningabaráttu og segir ég vil breytingar, kjósið mig. Ég er maðurinn sem er að koma inn með breytingar í Reykjavíkurborg. Fær 4 fulltrúa, svíkur náttúrulega strax og fer sko í fangið á degi sem virðist alveg sama hvað gerist þó að samfylkingin missi völd í kosningum, eða missi og tapi í kosningum,
sjáu þið, hann alltaf heldur Samfylkingin völdum. Þetta séni. Já, þetta algjört séni. Já, en hugsaðu ykkur vanda græðkina í þessum flokki. En segið mér, þið fullirðið á vísi að Heiða Björk Hilmisdóttir sénæsti borgarstjóri, það kemur vantarlega í ljós 20 mínútur í 5 í dag, undarlegu fundatímur hjá borgarstjórn. Já, þið fullirðið að hún taki við þessu. Við teljum okkur hafa öruggar heimildir fyrir því, já. Er það ekki Dagur B. Eggertsson bara að halda ítökur sínum í borginni? Þau hafa verið mjög nánir samverkamenn á vettvangi borgarstjórnar. Sko, allt þetta sem að Jón er að fara hér yfir, ég tek undir hvert orð. Ég held að þessi nýji meirihluti fái ekki neinu áorkað sem þarf að gera og ég hefði haldið að það væri sko gáfulegast fyrir þau að setja Sönnu sem hefur verið að mælast í einhverjum könnunum vinsælasti borgarfulltrúinn, gera hana að borgarstjóra, það væri meiri friður það, en Heiða vill verða borgarstjóri og ég held að það er ekki eftir að reynast vel til lengri tíma. Hvað er þetta tæft? Þetta er rúmt ár, hvað? 14 mánuðir og hvað þetta er, já, eitthvað svoleiðis. Er þetta ekki orðið hefða mest aldrei stutt við þetta fyrir að verða bara eins og með forsætisráðherrann á Ítalíu? Jú, sko ég... Fólkin fær á hausinn að þetta setja bronsstyttur á öllu þessu fólkinni í ráðhúsið. Ég held að það verði mjög forvitnilegar sveitarstjórnarkosningar hér að ári. Við skulum vona það. Ég held að það sé algjörlega fyrirlíkandi. Já. Svo er líka annað að, sko, það hefur verið kjaradeila, kennara sem að auðvitað allir hafa tekið eftir. Og er kannski að leysast, ég veit það ekki, það að kennara samþykki og en hinir sem sagt vilja fá upp frest, það kannski segir svolítið, en það er ekki aldrei spurðar að því þegar það er að mynda þetta, hvað segir kennara? Sko Reykjavíkurborg er stærsti atvinnuveitandi kennara á landinu. Það er að koma væntanlega þá einhver hækkun eða erfið, þær eru spurðar að því þessar, kryddpíur held ég að eru verið kallaðar, hvað er það að tala og þær segja þetta er bara leyndó held ég, þess að þeir einn þarna misti það út úr sér sko. Þetta er fólki sem biður alltaf sko og hrópar og torgum úti sko að það þurfi alltaf að vera upplýst og gagnsæi og allt það. Hugsið ykkur að það er nefnilega ekkert, það er sko, mér finnst vanta líka oft í stjórnendur borga og líka á þingi, stjórnendur sveitarfélögum, að það komi svolítið svona fólk úr atvinnulífi, það komi fólk sem hefur stýrt fyrirtækjum og svona einhverju leiðtogar. Þetta er einhvern veginn allt fólk sem hefur aðlist upp í kerfinu, í hálfgerðum bómul. Það er ekkert fólk sem hefur unnið í einhverjum litlum fyrirtækjum, þar sem þarf að hringja út mánaðamót en jafnvel fyrir mánaðamót þau getur borga reikninga og svo að segja að borga laun eða eitthvað þess að. Kerfið stækkar og stækkar. Já, kerfið stækkar og stækkar. Og sem er náttúrulega orðin algjör pláa. Já. Í einu stóra samhengi. Og þarna Heiða, mun hún koma þá inn sem leiðtogi Samfylkingar og skora í næstu kosningum. Hugsanlega er það nú plottið og var það ekki eðlilegt að hún fengi þetta fyrst það er verið að leita. Er ekki sagt að hún sé dauðarhætt við Kristrún, að Kristrún líti á það sem sitt næsta verkefni að koma að sinna manneskju að í borginni? Það er sagt, en sko, ég held það að, og það er alltaf verið að tala það niður á ýmsum póstum, en ég held að menningarstríðið sem að geysar hér, sem að við höfum verið að kalla vók, það skipti miklu meira máli heldur en fólk vil vera að láta. Og í stefnuræðu forsætisráðherra, hún hafði ekki nefnt þetta einu orði í kosningabaráttunni, þá kemur hún bara út með kvenfrelsi og transréttindi og það er bara, sko, Trump náttúrulega polariserar þetta allt, þannig að línur skerpast. Þá kom hún út úr skápnum með þetta sem hún hafði ekki haft orð á áður, ekki í kosningabaráttunni. Kannski er Heiða bara og Kristrún eru þær bara bestu vinkonur ef að það er gáð. Kannski er það þannig, varandi kvenfrelsið, Þær hafa tekið yfir allt, sko, mér er alveg sama. Nei, þér er augljóslega ekki sama, þú ert algjörlega miður þín. Sko, ég er svo mikill, ég er svo lítill kall, hef verið á gólfinu allt mitt líf og reyndar kannski má kenna að einhverju leyti það að ég hef nú svo sem er svolítið laus metnað, en sama samt. En ég hef aldrei séð annað eins, þær eru að taka yfir allt. Við birtum grein frá sveitarstjórum þar sem við vorum að mótmæla þessum andskotans flugveldi, leyfi ég mér að segja. Þetta voru bara konur. Þetta voru bara konur. Þær eru
búnar að taka yfir alla posta og svo vogar forsætisráðherra sér að tala það í stefnuræðu að það þurfi að halda vel utan kvenréttindi. Og maður bara segir, hvar ertu kona? Horfðu yfir sviðið. Það ánáttúrulega eftir að skópla Benedikt Bogasyni úr embætti forseta Hæstaréttar. En þegar það komið, þá það ekki komið allslem? Þar gætu nú Jón Steinar og feministarnir náð saman. Já, og núna Sjálfstæðisflokkurinn að fara að velja sér nýjan formann, það verður kona, margt sem betur til þess að það sé sótt að Sigurð Inga og Lilja Alfreðsdóttir ætli sér þann stól. Akkurat, þá þetta fullkomnað. Já, við þurfum kannski bara að fara að krefast borgaralauna fyrir okkur kallana. Ég held að geti væri stutt í þá, stýttra heldur en þú heldur. En kannski rétt aðeins, nú erum við að fókusera á borgina, við erum að fókusera á kjaradeilu kennara sem vonandi leysist núna helgina. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, fyrst þau hafa haldið sjó þrátt fyrir öll þessi boðaföll sem hafa gengið yfir út af Flokki fólksins, hún ekki bara að fara að sigla þess áfram næstu 4 árin? Jú, eflaust, en það sem mér finnst þetta samt mál, erum við ekki saman það, þetta að þvælast fyrir þetta styrkjamál og fleiri mál. Menn hafa sagt sem svo, ef að styrkjamálið fer út af borðinu að vinsalegast bara reyna að klára það svo að sé að fara hægt að vinna, nota þetta orðalag. En málið það að þetta þvælist fyrir, en hvað hefur þessi ríkisstjórn gert til þessa? Ég kallaði þetta sparnaðartillögum frá almenningi. Já, það mæltist vel fyrir. Já, það mæltist ágætlega fyrir. Það tekur fleiri vikur að vinna út úr því. Við sem erum skeptískir, við brosum nú í barminn, sko. Já, ég meina að hún lítur að þegar þú ferði í kosningar þá lofar einhverju og þú ætlar þér að gera eitthvað. Það að í þessu tilviki finnst mér, sko, að mér finnst ríkisstjórnin ekkert vera komin almennilega af stað. Hún er alltaf byrjuð. Þannig horfur þetta við mér einhvern veginn. Þau ætla að taka við á mjög sérstöku tíma, það langt í að þau setja sín fyrstu fjárlög, það ekki fyrir í haust, en það eitt mál sem ég hvet fólk til að fylgjast með, það Sundabrautin sem eitt stærsta og mikilvægasta samgönguverkefni sem við stöndum frammi fyrir, í raun miklu stærra heldur en aðrir hlutar borgarlínunar og samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Það allnokkrir einstaklingar í nýju meirihluta verði hann að veruleika í dag sem eru alfarið á móti Sundabrautinni sem að Eyjólfur Ármannsson samgönguráðherra hefur lofað að verða veruleika og fari bara af stað í sínu réttmæta ferli á komandi mánuðum. Þannig að það eru ýmis mál sem að munu þetta dúkka upp á komandi vikum og mánuðum. Varstu ekki að tala um þetta að vera skemmtilegur þá? Jú, þetta bráðskemmtilegt. Ég held með Sundabrautina að það mjög mikilvægt að hún komi. Ég held að við sem að horfa á það að... Hvað erum við búin að vera að ræða Sundabraut? Já, sko, frá því að Jón var í Þýsku á Laugardögum í MR 1967. 1973. Já. Málið að það þarf auðvitað að bæta samgöngur og borgarlínan í mínum huga. Þá hún mikil mistök. Ég tel að hún muni þvælast frekar fyrir umferðinni. Það annað í þessu að það mjög mikilvægt að leyfa neytandanum og notandanum að ráða, þannig að ef að fólk vill aka á bílum í bænum og hér á Íslandi, þar skaltu greiða götu bílsins. Þannig að það hægt að gera ýmislegt með svona smerri borgarlínum. Það ekki verið að fara að gera það. Það ekki nefnilega að fara að gera það. Það að taka öll bílastæðin af Jakobi Bjarnari og hans fólkinu við Suðurlandsbraut. Já, það verið að byggja núna, það 20.000 manna byggð að koma núna í kringum Grafvoginn í landi Blikastaða sem að vísu til í Mosfellsbæ, í stækkun Bryggjukörfisins, landi Keldna, upp á Ártúnsholti, það verið að taka fyrirtækin þar í burtu. Talandu þetta svæði, Jón, ég hvet fólk til að kíkja á grafavogur.net. Já, ég ger það líka. Það nýr héraðsfréttamiðill innan borgarlandsins. Já, ég Vilhjálmur Egilsson, alþingismadur og góður vinur minn í gegnum tíðina, þannig lagað að hann sendi mig góða kveðju og sagði, Jón, þetta gott, think global and act local. Það eru ágætis lokaár hér, Jakob Bjarnar og Jón G. Heyrðu, ég með, ég ætla að fletta hon. Nei. Það hlaut að koma. Kannastu við kynlífsklúbb sem heitir Afrúndi? Nei. Ég frétta hún hjá þér. Takk fyrir komuna, kæru vinir, og óskum ykkur góðra helgar. Takk fyrir okkur sem með þess. Hér eftir örskamma stund förum við í maraþonsamtal við tvær öflugar konur. Það er Guðrúna Hafsteinsdóttur og Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur. Þær vilja báðar verða næsti formaður Sjálfstæðisflokksins og það verður skorið það eftir það bil 8
9 daga. Hver tekur við flokknum? Áslaug Arna ríður á vaðið og í síðasta hluta þáttarins það Guðrún Hafsteinsdóttir. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Býttu í Oreo Minecraft kvikmyndar kekskökuna þannig hún verði ferhinn. Þú gætir unnið sérstaka vinninga í leiknum. GLC Plug-in Hybrid frá Mercedes-Benz fylgir þér hvert sem lífið leiðir þig. Askja. Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringinn, alla daga. Þú færð hestarins í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér. Verða þínir páskar á sólarströnd við Miðjarðarhafið, í vorblíðu á Norðurlöndum, í amerískri stórborg. Þitt valið. Icelandair. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Þá höfum við lokið yfirferð okkar á fréttum vikunar og það vel auðvitað margt að frétta eins og venjulega úr pólitíkinni, viðskiptum og hinn og þessum. En að vikuliðinni, sléttri vikuliðinni koma sjálfstæðismenn saman í Laugardalshöll. Þeir ætla þar að ráða ráðum sínum og meðal annars að velja sér nýjan formann og varaformann. Og það eru 2 frambjóðendur sem hafa tilkynnt að þeir ætla að bítast formannsembættið. Það eru þær Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Reykvíkinga og Guðrún Hafsteinsdóttir sem oddviti sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi. Áslaug Arna oddviti í öðru Reykjavíkurkjördæmanna. Þær eru hingað komnar til okkar í hádegismóana og við ætlum að byrja því að ræða við Áslaugu Örnu hennar sýn á flokkinn, hvernig hún ætlar að taka hann áfram og að því loknu þá mætir Guðrún í hvet ykkur til að fylgjast vel með þessu öllu saman. Heil og sæl, Áslaug. Góðan daginn. Þú stefnir að því að taka við forystu í Sjálfstæðisflokknum, þessum tæplega 100 ára gamla flokki. Flokkurinn án áhrifa inn í þinginu. Hann virðist vera að stefni það að vera áfram án nokkura áhrifa í borginni sem eða var fyrir 30 árum síðan eitt stærsta vígi flokksins. Ekki allt í klessu? Já, það eru margir sem velta fyrir sér hvort að nú taki við eitthvað versta tímabil í sögu Sjálfstæðisflokksins sem langar hríð. Ég lít ekki svo á. Ég einfaldlega þannig gerð að ég hef ótrúlega trú á stefnu Sjálfstæðisflokksins og held að þetta sé einmitt tímapunkturinn þar sem við verðum að nýta tíman vel. Og held að einhverju leyti að ég sé vel til þess fallin til að taka erfiðar ákvarðanir og koma flokknum á þann stað aftur þar sem hann á að vera til þess að ná meiri árangri í íslensku samfélagi. En þú segir fyrirgefðu að þú tellir, eða fólk telji að mögulega sé framundan eitt versta tímabil í sögu flokksins. Það ekki bara komið upp? Það ástand ekki viðvarandi núna þegar við horfum á áhrifaleysi flokksins á þessum vígstöðum sem ég nefndi? Jú, við finnum okkur í stjórnarandstöðu en við erum þetta með ótrúlega marga kjörna fulltrúa landið allt, frábæra sveitarstjórnarfulltrúa í sveitafélögum landið allt sem engin flokkur á staðist annar. Þannig að þar erum við ennþá sterk. Að sama tíma þá það staðan og það spurning, ætlum við bara að vera fúl með stöðuna eins og hún og leyfa því að vera þannig að Sjálfstæðisflokkurinn sé áhrifalaus í landsmálunum og í borginni, eða ætlum við að fara að nýta tíman vel, horfa eins inn á viðurkenna ákveðin mistök og velta fyrir sér hvernig komumst við lengra og náum aftur tök á því að vera stærsti flokkurinn. Hver ástæðan fyrir þetta orðið svona? Af hverju þetta svona báborið á þessum höfuðvígstöðum sem ég hef nefnt? Ég held að það sé hægt að horfa til margra þátta í því. Við höfum auðvitað verið núna í ríkisstjórn í 7 ár þar sem við vorum að gera mjög miklar málamiðlanir,
gáfum mikinn afslátt af stefnu Sjálfstæðisflokksins. Og maður hittir ungt fólk í dag sem full eldmóðsk gagnvart pólitíkinni, en það þekkir eiginlega bara Sjálfstæðisflokkin að gera þessar málamiðlanir. En þegar ég hreifst af Sjálfstæðisflokknum þá var hann í stjórnarandstöðu líka, það var vinstri stjórn í landinu og ég fann að þarna ætti svona mín lífskoðun heima og þá var ekki endilega vinsælt að vera sjálfstæðismaður. Það eru síðan, má horfa til að mínu mati þurfum við að geta horft til þess að við höfum ekki náð nægilega miklum árangri á kerfinu. Við erum að sjá það að sumt hefur reikið á reiðanum of lengi. Við höfum ekki náð nægilega miklum árangri á grundvelli okkar stefnu í ýmsum málaflokkum og við þurfum að nýta tíma núna og velta fyrir okkur hvernig ætlum við að gera þetta þegar við komumst aftur í ríkisstjórn. Og þá hljótum við líka að þurfa að hugsa til lengri tíma, við tjöldum ekki til einnar nætur, heldur hvernig byggjum við upp Sjálfstæðisflokkin að nýju sem sterkt og stórt stjórnmálaafl. Og þegar ég sagði þetta á dögunum á Ísafirði að þá greip einn stelpa orðið, bara 18 ára gömul og var ekki einu svona biðin það og sagði, þið getið ekki bara að tala um þig að vera stór. Ég sagði, nei, hvað hérna? Hún sagði, þið verðið að tala sterkar fyrir stefnunni og vera stolt af henni og þá kemur fólk og þá verðið þið stór. Þetta nefnilega svo hárrétt af því að fólk spyr, þurfum við að vera mildari, þurfum við að fara í ákveðnar áttir. Það sem hefur vantað að við séum meiri sjálfstæðisflokkur, að við séum stolt af þessari stefnu og þorum að tala fyrir henni og skilgreina okkur sjálf en leifum ekki andstæðingum okkar að gera það. En hvaða fullvissu hafa kjósendur eða mögulegi stuðningsmenn flokksins fyrir því að eitthvað muni breytast? Þegar að flokkurinn kemst næst til valda nýju, ekki eins víst að sami leikurinn endurtæki sig og flokkurinn fari bara að gera málamiðlanir og hegði sér, oft á tíðum bara þvert á þá stefnu sem að hann hefur þá boðað meðan hann var í stjórnarandstöðu? Allt samstarf hverfist einhverjar málamiðlanir að sjálfsögðu. En það spurning hvernig við gerum þær og hverju við höldum til haga og hvernig við tölum stefnun okkar líka. Ég held að ég hefi, og ég trúi því að ég hefi sýnt það að ég þora að gera breytingar á kerfum, ráðast á hvort sem það báknið, velta upp öllum steinum, hvernig við rekum ríkissjóð, hvernig við ráðum ráðuneytunum okkar, hvernig við náum árangri þar gagnvart okkar stefnu, af því ég held að þessi vandi hann einskorðast ekki alveg við Sjálfstæðisflokkinn. Þú sérð ákveðna þreytu víða heim gagnvart stjórnmálaflokkum sem hafa verið lengi við völd. Þá má nefna Íhaldsflokkinn í Bretlandi, þá má nefna Demókrata í Bandaríkjunum og við þurfum að skilja af hverju fólk að refsa okkur. Af hverju treystir fólk okkur ekki fyrir því að halda áfram að leiða. Og ég held að í grunninn að margt megi rekja til þess að fólki líður og upplifir að við séum orðin samdauna kerfinu. Við séum orðin partur af vandamálinu sem þau eru að reyna að lýsa fyrir okkur en við höfum ekki lagt alveg nægilega vel við hlustir. En eru þið ekki bara orðin samdauna kerfinu og svo horfið fólk á hluti sem að þið hafið bara látið yfir ykkur ganga? Hvað sem það skerðing á atvinnuréttindum fólks með hvalveiðibanni, þetta endalösa virkjanastopp sem að koma núna niður á þjóðinni, grænmetisbændur borga 25% hærra raforkuverð núna eftir áramót fyrir. Þetta allt í klessu eftir þessar ótrúlegu málamiðlanir. Já, það eru margir málaflokkar þar sem við gáum of mikið eftir og náðum ekki nægilega miklum árangri. En á sama tíma ætla ég ekki að lýsa því að Ísland sé allt í klessu. Hér eru einstök tækifæri ef rétt á málum haldið. Og það svo framtíðarsýn sem við þurfum að móta. Þetta stefnir ekki rétt á, þú sammála því. Nei, og hvað þá þegar við erum komið með ríkisstjórn sem alvöru kerfisstjórn, sko. Hérna erum við að tala um flokka sem almennt standa vörðum kerfið en ekki fólk. Og ég bara að benda á það að við þurfum að koma með skýra áætlun það hvernig við ætlum að stjórna þegar við tökum við, hverju við ætlum að ná fram og hvaða sýn við höfum fyrir Ísland til lengri tíma. Hverju ætlar að ná fram? Ég held að... Ef þú nærð völdum í Sjálfstæðisflokknum og svo í landinu. Já, ég held einmitt að fólk samini, flokkur ekkert annað en fólk sem samina sér í kringum hugsjónir og sú hugsjón þarf að vera mjög skýr. Hér á einfallega að vera tækifæri fyrir fólk til að vera duglegt. Það á að vera frelsi til athafna.
Hér þurfum við að lækka skatta. Við þurfum að minnka báknið verulega. Við þurfum að ráðast á lögum opinbera starfsmenn og vinnumarkaðsmódelið. Við þurfum að einfalda kerfi og sameina stofnanir og við þurfum að hætta að ríkis í samkeppni við einkaaðila. Þetta eru kannski bara svona örfá dæmi sem ég nefni hér. Við þurfum að stórbæta innleiðingu nýsköpunar og gervigreindar í báknið. Við getum minnkað það verulega og ég hef ýmsar hugmyndir í þeim efnum. Ég held líka að við þurfum að búa þannig nútana að við hlustum á fólk sem að reka hér lítil og meðalstór fyrirtæki, sem í stöðugu einhvern veginn rifrildi og mætir þröskuldum kerfisins í stað þess að kerfi sé að aðstoða þau og ýta undir að hugmyndir þeirra verða veruleika. Við hefum náð miklum árangri með nýsköpunarfyrirtækin en það eru önnur hér lítil og meðalstór fyrirtæki, sjálfstæðir atvinnurekendur sem rekast á kerfið ítrekkað. En af hverju hefur Sjálfstæðisflokkurinn með öll þessi völd og þennan langa valdatíma frá árinu 2013 fjármálaráðuneytið, tíma forsætisráðuneytið og ýmis ráðuneytið þar sem hægt var að keyra þetta í gegn, en fólk upplifir það ekki að það hafi gerst, fólk upplifir það bara að nú þegar að komin vinstri stjórn í landinu að þá gangi hlutinni bara fyrir sig rétt eins og þeir gerðu á meðan að þið Guðrún Hafsteinsdóttir mótframbjóðandinn sátu í ríkisstjórn. Við skulum nú aðeins sjá til með það, en ég að svara spurninguðinn hvernig ég sé hlutina og hvernig ég sé fyrir mér að leiða stefnu Sjálfstæðisflokksins inn í málaflokka í landinu sem ég tel að skipti máli til að ná meiri árangri, svo Ísland sé í raunverulega landtækifærana og við nýtum þá einstöku stöðu sem við erum í heiminum. Og ég hef mjög mikla trú á því og gengi í Sjálfstæðisflokkinn út á hugmyndum hans frelsi einstaklingsins, út frá hugmyndum hans að ýta undir verðmætasköpun og einfalda líf fólks með öllum mætti. Og við sjáum umhverfi nýsköpunarfyrirtækja í dag, Guðmundur Fertram lýsir því nú orðið ótrúlega vel og það ekki hægt að segja annað en við höfum náð gríðarlegum árangri á ýmsum sviðum líka og hér sé að verða miklu meiri verðmæti til sem skipta miklu máli til þess að halda utanum þá hluti sem við þurfum og við verðum að horfa til þess en við þurfum líka að viðurkenna og það það sem ég að gera að okkur hefur ekki tekist upp jafnvel á öllum öðrum sviðum. En ég held að stóra verkefni núna gagnvart Sjálfstæðisflokknum af því að það mikið það rætt að það þurfa að sameina flokkinn og ná honum saman og eftir landsfund sem hárrétt. En hann sameinast fyrst og fremst í kringum hugsjónir, af því við eigum svo margt sameiginlegt og hann mun sameinast í kringum skýra sýn og sterka forystu og kraft fyrir sjálfstæðistefnunni. Og það hefur kannski vantað svo litið þegar við höfum verið í þessum málamiðlunum í síðustu ríkisstjórn. Og ég held að við verðum bara að viðurkenna það að fólk fylltist ekki svona innblæstri með hugsjón sjálfstæðistefnunar á síðustu árum. Og það sá að við vorum að gera dýrkeyptar málamiðlanir og þá þurfum við að hugsa að við erum á þessum tímapunkti í dag og það þess vegna sem ég hef trú á þessum tímapunkti. Við erum í stjórnarandstöðu, við getum nýtt tíman vel á meðan við erum í stjórnarandstöðu til þess að undirbúa það betur hvernig við ætlum að stjórna þegar við komumst aftur í ríkisstjórn. En þetta snýst stefnuna eins og unga konan á Ísafirði nefndi að tala fyrir henni en að hrindin í framkvæmd líka þegar þú hefur völdið þess. Ég vil nefna eitt dæmi sem að ég held að áhorfendur verða að fá skýringar á frá þér og mig reyndar rogast dans þegar þú tilkynntir það í ársbyrjun í fyrra að þú ætlar að bjóða einkareknum háskólum hringinn í kringum landið og þeir eru nú margir háskólarnir í landinu að þeir gætu komið í faðm ríkisins, fellt niður skólagjöld sem að nemendur voru að greiða gegn því að ríkið myndi bara að greiða þetta. Þetta ekkert nema bara ríkisvæðing á þessu skólum. Þarna þurftur væntanlega ekki að gera neina málamiðlun við Guðmund Inga Guðbrandsson eða Svandísi Svavarsdóttur, þú gerði þetta bara alveg upp á þínar eigin spýtur. Þetta rangt hjá þér. Það sem blasti við mér þegar ég kom inn í háskólaráðuneytið var að hér væri 7 háskólar. Við varum ekki að ná miklum árangri og alþjóðlegu mælikvörðum háskólastarfsemi og skólarnir væru of margir til þess að ná þeim árangri með stærð okkar. Fjármagn til háskólana hafði runnið til þeirra á nokkura gagnsæis eða hvata til þess að gera betur. Kerfið var magndrifið og eins og oft hjá kerfinu að það renna fjármunir algjörlega óháð því hvernig á að ná árangri og hvernig á að fara með opinbert fé. Og þú fórst að veita meiri peningum þar inn? Við skulum byrja á byrjuninni. Kerfið hafi verið gagnrýnt frá af hendi ríkisendurskoðanda meðal annars frá 2007 og það væri gott fyrir háskólana að koma fullt af nemendum inn í ódýrar námsgreinir
og alveg sama hvað margir útskrifuðust eða hversu mikill árangur náðist. Þarna erum við að ýta undir magndrifið kerfi en ekki gæðadrifið. Þetta var hluti sem þurfti að breyta. Var búið að reyna að breyta í mörg ár en var svona mál sem fór aftast í forgangsröðuna því að ríkið oft bara í viðbragðspólitík að bregðast við og næri ekki árangri með stórar breytingar sem skipta máli til lengri tíma kjörtímabil eftir kjörtímabil. Það sem við gerðum var að breyta því að öllu leyti. Þá þurfti að taka ýmsar minni ákvarðanir. Hvernig var skipting fjármuna til einkarekinna og opinberra skóla, hvernig fóru fjármunir, hvernig getum við búið til gæðadrifið nám og svo framvegis og ég ætla ekki að þreyta ykkur með því lengi. En ein lítil ákvörðun, þetta hefur hægt að framkvæma. Ein lítil ákvörðun er að ákveða hvað einkareknir skólar fá mikla fjármuni. Og mér finnst það ekki vera ríkisins að draga úr því að hér stofnist til einkarekinna háskóla eða einkarekinna starfsemi að því ég held að einkareknir skólar, heilsugæslur, hvers sem við lítum séu oft betur til þess fallnar þar á árangri heldur en ríkið sjálft. En þegar ríkið ákveður að greiða minna og gefa skólunum ekki þetta val, að þá eru við að taka ákvörðum það að fé fylgi ekki sjúklingi eða fé fylgi ekki nemenda. Og þetta gerum við í heilsugæslunni. Svo hefur geta greitt einkareknu skólunum jafn mikið fé og hinum opinberu án þess að ginna þá til þess að hætta að taka skólagjöld. Allir bestu háskólar í heim, eftir því sem að háskólarnir eru betri í heiminum, þeim en hærri eru skólagjöldin. Þannig að umræða gæðadrifið nám og annað standast ekki í skoðun í því sambandi. Já, við erum að horfa á samkeppnina á Norðurlöndunum og lönd sem hafa öll tekið þessa ákvörðun, þar hafa einkareknir háskólar byrjað að blómstra á nýju. Hér eru þeir ekki að ná almennilegri samkeppni og við þurfum líka að öfluga samkeppni. Eitt var háskólinn sem ákveða þykja ekki boðið. Já, og það er sjálfsagt. Það var ekki mitt markmið að allir myndu þekkja boðið. Þannig að háskólinn í Reykjavík sem er að útskrifa nemendur sem eru í háframleiðar greinu, verkfræði og slíku, þeir þykja ekki boðið. En Listaháskólinn, þar sem að mér er sagt að aðsókn hafi aukist í munna í allskyns mjög óarðbærar greinar fyrir samfélagið, þar hann vex og vex og vex. Síðan eru skólarnir með samninga við ríkið ákveðin hámörk nemenda sem við greiðum fyrir í ákveðna greinar. En í fyrsta skipti núna er hvati fyrir skólana að mennta fólk í greinum sem eru gríðarlega arðbærar fyrir atvinnulífið sem þörf er á og við erum bara ekki að standa okkur nægilega vel þegar kemur að því að mennta í greinum sem skipta atvinnulífið máli. En hvaða greinar eru það til dæmis í Listaháskóla? Tæknifræði, það er grafísk hönnun meðal annars. Þú sér þessa leiki, þessa tölvuleiki sem er að skapa hér gríðarleg verðmæti og störf. Að það má nefna að spjaldtölvan sem þú horfir á væri ekki svona þunn og falleg í laginu nema fyrir hönnuði sem komu að því. Heldur það hafi verið hönnuði sem að koma úr skólum þar sem að voru engi skólagjöld? Nei, en er það ekki markmið í sjálfu sér? Ég hugsa þessi fólk á Caltech og MIT og Harvard og Stanford, Cornell. Markmiðið okkar er að skólarnir séu öflugri. Skólarnir séu betri, skili betri nemendum og mennti betur í þau tækifæri sem framundan eru. Á Norðurlöndunum eru betri háskólar en hérlendis. Það eru öflugra nám sem er heldur ekki með skólagjöldum almennt. Þannig að það á ekki að vera verkefni ríkisins að mismuna einkareknum skólum. Heldur að bjóða þeim að fé fylgi nemenda svo að hann eigi jafn mikla möguleika á að fara í aðra skóla. Það hefur verið auðvitað gríðarlega gaman að finna fyrir því að fólk hefur komist í nám eins og í Bifröst, í fjarnám sem hefur ekki átt tök á því áður. Við erum að tryggja ákveðin jöfn tækifæri sem sjálfstæðisstefnan stendur fyrir og það gerum við líka í heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu öllu að við viljum sjá einkarekstur blómstra, við viljum tala fyrir einkarekstri og að hér séu jöfn tækifæri. Nema í skólakerfinu? Nei, líka í skólakerfinu. Að fyrir fylgi börnum er sjálfstæðisflokkurinn að tala fyrir á grunnskólastigi, í leikskólastigi, svo að við fáum hér fleiri skóla, betri þjónustu og hvernig samkeppni. Þú verður samt að viðurkenna að með þeirra ákvörðun að ginna skólana, hvetja skólana til þess að fella niður skólagjöld og að ríkið bæti þeim upp tekjutappi sem því nemur að það er ríkisvæðing. Nei, ég ætla ekki að taka undir það. Þetta eru 600 milljónir af þeim 40 milljörðum sem fara inn í íslenskt háskólakerfi. Þetta eru rosalega lítil ákvörðun af þeim stóru breytum sem við þurftum að fara og það var einfallega ósanngjarnt að sumum háskólum í gamla kerfinu, sumir einkareknir háskólar fengu kannski 80-85% af ríkisframlaginu, aðri bara 60-65%. Þú gast hækkað framlagið. Leiðu mér að klára. Þú gast hækkað framlagið upp í 100% án þess að
draga þá út í það að leggja niður skólagjöldin. Verslunarskóli Íslands sem langöflugasti framhaldsskóla á Íslandi, þar hafa allættið verið greidd skólagjöld langt og það ekkert að því að taka skólagjöld. Ég bara segja að við verðum, og það ekki ríkisins, að mismuna nemendum eftir því hvaða skóla þeir velja. Og féð á að fylgja jafn mikið nemenda sem velur einkarekinn skóla og opinberan. Nóg þetta áhugaverðamál. Eitt sem ég langar til að ræða við þig vegna þess að það varðar svona fylkingar innan Sjálfstæðisflokksins, staða borgarstjórnarflokksins. Ég nefndi þetta sem einn af svona burðarásonum í valdakerfi flokksins í gegnum áratugina. Það hver höndun upp á móti annari í borgarstjórnarflokknum, hvað sem oddvitinn segir í viðtölunni hér á vettvangi spörsmálið ekki. Hvernig hægt að koma friði og hvernig hyggst þú búa Sjálfstæðisflokkinn þannig til ferðar í næstu sveitarstjórnarkosningum að hann geti náð árangri og tekið til í öllu þessu sem upp komið í borginni? Já, ég held að í fyrsta lagi að það geti skipt máli að formaðurinn komi sjálfur úr Reykjavík og beri þar með mikla ábyrgð á sínu eigin kjördæmi að það náum við meiri árangri á sveitarstjórnarstiginu. Ég hef verið vonsvikinn með hvernig starfið hefur verið uppbyggt í Sjálfstæðisflokknum langa hríð. Og sumir segja að það séu svona praktísk úrlausnarefni þegar maður ræðir valhöll eða skipulagsreglur flokksins og uppbyggingu innra starfsins. En ég hef allatíð haft gríðarlegan áhuga á þessu af því að mér finnst þetta að vera rætur flokksins okkar. Það að segja svona stoðirnar gagnvart því hvernig við ætlum að stækka og ná meiri árangri. Af því að ef við erum ekki með öflugt félagsstarf í Sjálfstæðisflokknum sem snýst hugmyndir og hugsjónir, hvernig við ætlum að ná árangri eins og í borginni, hvað við ætlum að leggja til fyrir borgarbúa og löðum að okkur nýtt fólk, að þá munum við ekki ná árangri þegar kemur að kosningum. Og ég með mjög skýra sýn það hvernig við getum náð þessum árangri. Skipurit flokksins í dag og uppbygging byggð á gömlu kirkjuskipulagi Reykjavíkurborgar þar sem sóknarmörkin fara eftir, hverfafélögin fara eftir þeim og ég held að þetta sé barn síns tíma og haldi einhverju leyti aftur að meiri árangri að starfið sé ekki öflugra en raun ber vitni í mörgum af þeim félögum af því að þau eru orðin of mörg. Það var skiljanlegt í þá tíma þegar stjórnmálastarf fór eingöngu fram í félögum og fundum. En stjórnmálastarf dagsins í dag svo fjölbreytt og við verðum að vera algjör kameljón í að koma stefnunni á framfæri, hvort sem það með öflugum fundahöldum og fjölmiðlun og skrifum í blöðin, en það verður líka að gerast á miðlunum sem unga fólkið á. Og ég held að við þurfum að þora að fara þessi í ræturnar á skipulagi flokksins. Við þurfum að ræða það hvort að formaður sé kjörinn með opnari kosningu svo að félagsstarfi sjálf snúist ekki næsta landsfund heldur einmitt hugmyndir og fólk. Og síðan held ég að þurfa að vera öflugt leiðtogaprófkjör. Þið hafið báðir formaðursambjónun hafið innbráð þessu á fundum vítt og breitt um landið en ekki bara eðlilegt að kjósendur, flokksmenn fá bara að heyra það frá ykkur áður en þið mögulega verið formaður flokksins hvort að þið viljið opna á formannskjörið á landsvísu eða hvort að það haldi innan landsfundar. Er nægilega gott að þeir sem bjóða sem til forystu segja að við skulum skoða þetta eftir yfirkjörin? Já, ég hef alveg talað fyrir því að við verðum að finna leiðir til að opna það þannig að allir virkir sjálfstæðismenn geti tekið þátt. Á því eru síðan skipta skoðanir innan flokksins og ég vil að flokksmenn komi að því hvernig þessu sé háttað, hvort þú þurfir og finni bara hver skilyrðin eru. En ég á því að við þurfum að opna þetta kjör og drega ekkert í dilka með það, en við þurfum að varðveita líka hvað landsfundur einstakur á sama tíma. Af því að landsfundur ein kraftmesta samkoma hjá stjórnmálaflokki á landsvísu. Þarna kemur saman núna yfir... allra kraftmest, þetta eru 2000 mann sem mæta yfir heila helgi? 2200 mann sem eru að fara að mæta eftir viku til landsfundar að ræða stjórnmál og hugsjónir, koma saman og takast vissulega á forystu en eru með skýra sýn það hvert við þurfum að fara. Og það þvílík verðmæti í því fyrir Sjálfstæðisflokkin. Hvað viltu gera varðandi borgin? Er þetta leiðtogaprófkjör?
eða verður bara stilt upp á lista eftir hefðbundnum leiðum? Hvernig Ég held að væri sterkleiki í því að hafa öflugt leiðtogaprófkjör fyrir næstu borgarstjórnarkosningar og að sá leiðtogi sem kjörinn fái með fólkin í flokknum að stilla upp og gera tillögu af sínum lista. Leiðtoginn sjálfur á mest undir að þar heppnist vel til, að þar stilla hann upp fjölbreyttum hópi fólks sem nái til borgarbúa og mismunandi sviðum. Og hann á það mikið undir af því að hann ætlar sér sjálfur að verða borgarstjóri eftir næstu kosningar. Og ég held að þannig myndum við ná að stilla upp öflugu liði sem væri tilbúið til þess að mæta inn í borgina og hreinsa þar verulega til. Gera miklar umbætur á þjónustu og minnka báknið sem borgin orðin. Það orðið skammarlegt hvernig borgin hefur verið rekin og þarna verður Sjálfstæðisflokkurinn einfaldlega að ná árangri. Ykkur, Guðrúnu, stilt upp sem andstæðum pólum innan flokksins þó að þið fylgið ykkur að baki sömu hugsjóninni. Það talað hennar bakgrunn í atvinnulífinu sem formaður Samtaka iðnaðarins. Þú hefur alveg mannin á hennu pólitíska sviði, ég segi ekki frá blautu barnsbeini en bara frá því að þú lögst háskólanámi. Það veikleiki fyrir verðandi formann eða formannskandidat að búa ekki yfir reynslu úr einkarekstri, eigin fyrirtækið og öðru slíku? Nei, ég líti ekki svo á. Ég horfi á það að ég hafi mjög aðra dýrmæta reynslu. Sjálfstæðismenn þekkja mig líka orðið mjög vel og ég þekki þá. Og ég hef ótrúlega reynslu úr pólitíkinni og hef verið treyst fyrir fjölbreyttum verkefnum. Ég auðvitað líka þeirri kynslóð sem hefur alist upp á internetinu og fólk hefur fylgst með mér þroskast og verða fullorðin af því að ég hef varð mjög ung, þekkt í samfélaginu að takast á stjórnmálin við Össur því ég var rétt 20 í þáttum á sunnudögum. Gamla karlföska. Já, og naut þess að ræða sjálfstæðastefnuna og hef aldrei verið óhrædd fyrir að standa fyrir henni. En ég hef heldur líka ekki verið óhrædd að viðurkenna mistök og að ég hafi þroskast og sumar skoðanir breyst af því að ég hlusta á fólk og legg mig líma við það að sýna breiddina í flokknum en veit að hún kemur ekki bara með mér. Ég hef líka öðruvísi reynslu en Guðrún að einhverju leyti og hún hefur marga styrkleika og lýsti því í ræðu sinni á dögunum að hún missti pappa sinn ung á árum og fær þar fyrirtæki sem hún fær mikla reynslu af að stýra. Ég á sambærilega reynslu en missti mömmu mína rétt 20 og fæ ekki fyrirtæki en fæ ákveði verkefni í hendurnar að verða fullorðna konan í fjölskyldunum mjög hratt. Með yngri systkini? Með yngri systkini, með systur mína sem naut allra tíð þessa í lengri tíma stuðning móður minnar sem lagði þá hilluna að starfa sem kennari sem var hennar ástríða til þess að vera systur minni innan handar. Og ég þurfti að stíga einhverju leyti inn í það hlutverk og reyna það mjög unga árum og það auðvitað skilur eftir sig ákveðin þroska. Það sem mér var líka fært var mikil sjálfstæði og það að vera óhrædd á að takast á við verkefni. En líka minningin og ítrekkunin að lífið sé núna. Og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé einfaldlega að leita eftir leiðtoga sem óhræddur við að taka ákvarðanir og óhræddur við að vera með skýra sýn og tala fyrir sjálfstæðistefnunni. Það eru of margir sem hafa ekki þorað að standa með okkur. Og við þurfum að horfa í eigin barm með það, af hverju fólk hefur falið það að vera sjálfstæðismenn að einhverju leyti og ákveðna kynslóðir. Þar mikið rætt og maður finnur fyrir því að flokkun hafi fjarlægst almenning í landinu og þetta sé orðin flokkur sem að tali bara fyrir hagsmunum stórfyrirtækja og annars í þeim dúr. Og maður heyrir það að Guðrúnar stuðningsmenn stilla þér upp dálítið þeim megin línunar. Það er ekkert launungamál og þú hefur tengsl við útgerðina. Faðir þinn stjórnarformaður Árvakurs með mikil tengsl við þau fyrirtæki og annað. Þetta eru hluti sem menn horfa til. Heldur að það sé veikleiki þegar þú ferð síðan út í baráttuna við að reyna að vinna atkvæði fólksins í landinu? Nei, ég hef engin fjárhagsleg tengsl við útgerðina í landinu. Og ég hef alltaf talað skýrt fyrir litlum og meðalstórum fyrirtækjum.
og ég held að það sé lykilatriði að forystumaður í flokknum geti nýtt sér reynsluna og þekkinguna sem býr í breytinni í Sjálfstæðisflokknum sjálf. Formaður einn og sér mun aldrei hafa alla þá breytið eða þekkingu sem þarf til að takast á við það verkefni sem framundan hjá Sjálfstæðisflokknum. Enda það ekki verkefni formannsins eins. Það verkefni okkar allra sem aðhyllum sjálfstæðisstefnuna og í flokknum býr gríðarleg viska og reynsla á mörgum sviðum. Þar fjöldi fólk sem hefur rekið sitt eigið fyrirtæki, sjálfstæðir atvinnurekendur, þar kennarar og heilbrigðisstarfsfólk, þar fólk í íþróttahreyfingunni og bændur. Þetta hópar sem við þurfum að passa að halda öflugu sambandi við. En ég held að einn af styrkleikum mínum sé óumdeilanlega það að virkja fólk með mér í verkefnið. Og það hef ég alla tíð gert og leitað mér aðstoðar og þekkingar af því ég veit að ég bý ekki yfir því öllu en ég treysti mér til að leiða þennan hóp. Það talað Valhöll sem þessi stóra merka skrifstofa, engin annar flokkur sem á skrifstofu sem nefndir í daglegu tali og allir vita hvert vísað til. Maður heyrir það þegar maður ræðir við fólk vítt og breytt landið að fólk kvartar undan því hvernig skrifstofan líka fjarlægst, ekki bara almenning heldur félögin vítt og breytt landið. Hvað að fara að gera ef þú verður formaður til þess að snúa þessu við eða ertu ósammála þessu mati? Nei, mér langar að Valhöll sé svona skýr staður fyrir sjálfstæðismenn til að koma. Í raun og veru smá félagsheimili. Þar sem opið fyrir það að koma í kaffi og spjall, að sveitarstjórnarmenn og fólk sem að vinna sjálfboðaliða störf fyrir sjálfstæðisflokkin geti komið og unnið og hitt annað fólk og rætt við það pólitíkina. Það kannski svona upplifunin sem ég held og finnst mjög mikilvægt að skapa, að þangað sé fólk velkomið og það líði þannig að þar geti það hitt fyrir þingmenn og fólk hér í bænum. En starfið snýst líka ekki bara þá upplifun sem ég langar að skapa, heldur hvernig Valhöll virkar og hvernig við náum að nýta krafta fólksins okkar miklu betur. Ég hef saknað þess aðeins að það sé aukið samstarf og samtal á milli okkar sem í þingstörfunum og okkar öfluga sveitarstjórnarfólk sem all land. Þar eigum við gríðarlega mannauð sem mjög nálagt samfélagunum sínum og að við lítum ekki alveg út oft eins og ein heild. Þú átt að vita það alveg fyrir vissu þegar þú ferð í sveitarstjórnarkosningar á næsta ári hvað þú ert að kjósir þú Sjálfstæðisflokk. En það eru tvær fylkingar í flokknum og það verið að reyna að tala það niður. Þetta eru tvær fylkingar sem eru leitar annars vegar af þér og hins vegar Guðlaugi Þór Þórðarsyni. Sú fylking hefur hallað sér upp á Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Verður þetta ekki bara nákvæmlega sömu hjarningavígin eftir landsfund hvaða breytingar sem þú gerir á kaffistofunni í Valhöll eða ekki? Nei, ég hef ekki trú á því og það mjög mikil einföldun að kalla flokkurinn sé allur í tveimur fylkingum. Styrkleiki flokksins langar hríð hefur verið sá að fólk hefur tekist á. Langt fyrir mína tíð var hér talað Geir og Gunnar og Davíð og Þorsteinn og fleira í þeim dúr. Þetta reykur sér alveg til forsetakjörsins 52 held ég. Já, og þegar þetta rætt og þegar við séð hvenær flokkurinn hefur náð að blómstra að þá það undir skýrri forystu og krafti fyrir hugsjónum og sjálfstæðisstefnunni. Og það það sem fólk kemur sér saman og við eigum svo margt sameiginlegt. En einhverja líkur á því að fylkingin sem hinum einn, fylkingin sem hefur ekki stutt í prófkjörum heldur Guðlaugur Þór í Reykjavík þegar við bara borist að banaspjótum oftar en einu sinni. Einhverja líkur til þess að það fólk á mánudaginn verður kjörinn formaður muni fylgja sér að bak við þig? Ég hef hitt. Eða þín fylking fylgir sér að bak við Guðrúnu ef hún vinnur? Ég hef hitt fólk land allt sem ætla sér að styðja Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem hlakkar til að starfa með mér, hljóti ég sigur úr þessari kosningu. Og það gríðarlega mikilvægt að við getum náð fólki saman og ég hef mikla trú á því að það sé hægt. Það verður auðvitað að ganga ýmsar breytingar. En þetta snýst ekki síðan bara að sameina hópinn. Verkefnið miklu stærri en það því að við þurfum að stækka Sjálfstæðisflokkinn. Og við þurfum að ná til fleira fólk sem hefur farið úr flokknum, leitað annarra, ekki fundið sig með gamla góða flokknum sínum. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei verið sterkur nema þegar hann sterkur hjá yngri kynslóðum. Við erum að horfa til þess að 14 ára krakkar í dag eru þau sem munu kjósa í næstu alþingiskosningum haldi ríkisstjórnin kjörtímabilið.
Og við þurfum að átta okkur á því að við þurfum að vera jafnöflug að tala til þeirra og við erum að sameina og ná fólki tilbaka landið allt. Og ég finn það á fundum mínum landið. Nú ég búin að vera 3 vikur á ferðinni landið allt, að það er mikill áhugi á Sjálfstæðisflokknum. Það er mikill hugur í fólki, það er áhugi á pólitík og það finnum við í samfélaginu og það er tækifæri fyrir Sjálfstæðisflokkin. En það ég finn það líka að fólk er að koma tilbaka, fólk er að koma aftur og fundi Sjálfstæðisflokkin eftir langa hríð og ungt fólk er í meira mæli að sækja fundin en ég hef áður séð. En það eru skiptar skoðanir stór mál sem kljúfa flokkin ekki bara eftir þessum 2 fylkingum sem að þið kannist lítið við eða minna við heldur en ég tel efnist þetta til. Borgarlínan er eitt af því. Það var fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherrann kvittað hér undir hvern pappírinn á fætur öðrum, síhækkandi kostnað við borgarlínu hér og samgöngusáttmála upp á 311.000 milljónir. Hverju svarar fólkinu út á landi þessi mál sem að klóra sig í kollinum og velti fyrir sér vegablaðningunum í Dalasýslu eða ástandin á vegunum fyrir austan? Eðlilega, samgöngumál eru í miklum ólestri. Og þar þurfa að þora að hugsa til nýrra lausna, að komu einkaaðila, mögulega lífeyrissjóða og við verðum bara að viðurkenna það að kerfið sem við höfum haft uppi með viðhald á vegum hefur ekki virkað nægilega vel. En það er líka mikil innviðaskuld í borginni. R-listinn leiddi hér borgina í mörg ár án þess að þiggja það að hér eru gerð mislæg gatnamót og farið í mikilvæga samgöngu uppbyggingu sem ríkisstjórnin þáverandi talaði fyrir í borginni. Það er að ráðast í það allt án þess að setja upp borgarlínuna sem er að fara að stúta allri atvinnustarfsemi við Suðurlandsbraut og þar fram til götunum. Já, þarna þurfum við að fara varlega í það hvernig hún verður byggð upp og hvernig við bætum almenningssamgöngur í landinu. Við eigum að tala fyrir skýru valfrelsi auðvitað í samgöngum en það á ekki að bitna á þeim sem vilja ferðast í sínum eigin bíl. Og ég finn það að þetta er mál sem fólk hefur misjafnar skoðanir og það er bara allt í lagi. Við í Sjálfstæðisflokknum eigum að vera þess megnu að geta tekist á útfærslu og ákveðna hluti en við eigum ekki gleyma okkur í því sem mögulega ýtir okkur í sundur því við eigum miklu meira sameiginlegt. Hver er þín skoðun? Þetta eru 311 milljarða verkefni. Ég nefni Suðurlandsbrautuna, ég fjallaði þetta daginn, þar sem á að tróða borgarlínunni inn í kerfið þá taka bílastæðin meira og minna af fyrirtækjunum öllum sem eru við Suðurlandsbraut og einkabílinn sem hefur núna 2x2 akreinar verður með 1x1. Þetta verður allt í klessu, það sjá það allir. Já, ég hef sagt það að ég treysti og hef treyst EIB ekki sinni illa til að halda utan þetta mál og fjármögnun þessara verkefnis. Ég held að það eru margir þættir þarna sem þarf að endurskoða og koma til umræðu. Ég held að einhverju leyti líka að brandið sé ónýtt, hvernig það hefur verið talað og annað, en ég styð valfrelsi í samgöngum og ég styð uppbyggingu almenningssamgangana og ég finn það, ég fundaði í fyrra með yfir 100 konum í Danmörku, íslenskum konum sem ég var að ræða við að þessum eru öflugur í atvinnulífinu þar og var að velta fyrir mér af hverju þær eru ekki snúnar heim. Og það sem var efst á baugi hjá þeim, það var fæðingarorlofsmálin, leikskólamálin í borginni, en líka samgöngur. Og við þurfum að hlusta á framtíðarkynslóðir á sama tíma og við förum betur með fé, byggjum upp samgöngur sem henta Íslandi, íslensku veðurfari og tryggja það að fólk komist hér sínar leiðar betur heldur en það gerir í borginni í dag. Talandi íslenskt veður og strætó, ég held að það sé útrætt mál. Og strætó, ég fer nú stundum í strætó. Áslaug, við komast ekki lengra með þetta sinni, ég veit að það er mikil dagskrár framöndu í höfur, nú lifir 1 vika af kosningabaráttunni, verður mikið landið eða verður baráttan meira háð hérna á höfuðborgarsvæðinu næstu dagana? Ég á eftir að taka fundi með nokkrum sveitafélögum hér í Kraganum eins og svo er sagt og er með stóran viðburð í borginni í kvöld þar sem ég fer á trúnó með viniðinum Gísla Frey og Kristínu Gunnarsdóttur þar sem þau ætla að spyrja mig spjörunum úr. Ég myndur ekki vilja lenda í klónum á þeim. Nei, það verður en þar 200 manns skráðir og uppselt á viðburðinn og hlakka mikið til og svo er ég að fara á fundi vítt og breytt svona suðvesturhornið og í Reykjanesbæ og hlakka bara mikið til. Það er hugur í fólki og ég held að það sem þú vísar hér í, hvort sem það eru mál eða átöku innan flokksins sýni bara ákveðið hraustleika merki við Sjálfstæðisflokknum. Það er hugur í fólki. Það er hugur í fólki fyrir sjálfstæðistefnunni og ég hlakka mikið til að mæta til landsfundar. Gangið vel á lokametrunum, veit að þetta er mikið kapphlaup hjá ykkur vinkonunum. Takk fyrir.
Við þökkum Áslaugu Örnu kærlega fyrir komuna hingað á vettvang spursmála en svo það Guðrún Hafsteinsdóttir. Hún verður hér eftir örfáar sekúndur og þá förum við yfir sömu stöðu og sama flokk. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Kardió. Einfaldari útgjöld. Ímyndaðu þér heim þar sem eru engar hindranir og engin takmörk. Opnaðu á alla möguleika með alrafmögnuðum Kia EV9. Askja. Við verðum snjallari með hverjum deginum og leitum leiða til að nútímavæða hreinlæti á þínum vinnustað. Hvort sem það sé í skipulagi, verklagi eða þjónustu, þá erum við sífellt að þróa snjallari aðferðir, tæki og efni til að nota við þrif og ræstingar. Róbótar geta ræst hvenær sem sólarhringsins, nótt sem dag og senda þér niðurstöðuna í tölvupósti. Á meðan getur starfsfólkið sinnt öðrum verkum í staðinn. Sérhannaðar lausnir fyrir hvern og einn viðskiptavin því að rétt skilgreint og gott skipulag ásamt snjöllum samskiptum ná betri árangri í ræstingum hjá þínu fyrirtæki. Snjöll og hagkvæm ræstingaþjónusta í verkefni stór og smá. Bætt hreinlæti í snjöllum heimi. Þá hefur hún vikið að vettvangi Áslaugu Arna Sigurbjörnsdóttir en hún ekki einum hittun á vettvangi Sjálfstæðisflokksins Guðrún Hafsteinsdóttir, alþingismaður og oddviti flokksins í Suðurkjördæmi. Hún hefur einnig boðið sig fram til formennsku og hún hingað mætt og við ætlum líkt og í fyrirhluta þáttarins að ræða stöðu Sjálfstæðisflokksins og hvernig hún hyggist leiða hann aftur til áhrifa í landinu. Velkomin Guðrún. Takk fyrir kærlega. Ég leyfi mér að segja leiða hann aftur til áhrifa. Sjálfstæðisflokkurinn á svona tveimur stærstu póstunum í íslensku þjóðlífi áhrifa lítill inn í þinginu, búin að missa þingflokksherbergið og ekki lengur stærstur flokka og í borginni stendur hann eins og hornkerling einhvern veginn utan við atburðarásina. Já, og það erfið staða fyrir okkur sjálfstæðismenn. En ég hef sagt það núna á 28 fundum sem ég hef haldið núna síðustu daga í vítt og breytt landið að Íslandi farnast alltaf best þegar að sjálfstæðisflokkurinn sterkur og sjálfstæðisflokkurinn að stýra landinu. Og að mínu mati, það mín persónlega skoðun, að það ekkert vont fyrir okkur sjálfstæðismenn núna að fara í stjórnarandstöðu. Það ekkert vont fyrir okkur núna að stíga aðeins tilbaka. Við erum búin að vera lengi við völd og finna aftur okkar kjarna og okkar tilgang. En það verst fyrir Ísland. Vegna þess að ég trúi því einlæglega að Íslandi farnist best þegar að sjálfstæðisflokkurinn í bílstjórasætinu. Nú erum við í aftursætinu og það hefur aldrei gefist vel þegar að sjálfstæðisflokkurinn situr aftur í og þess vegna skiptir svo miklu máli núna að við veljum okkur nýja forystu og við göngum inn í nýja tíma með það markmiði að breikka flokkinn og gera flokkinn okkar aftur á þeirri breiðfylkingu sem hann á og þarf að vera í íslensku stjórnmálum. En þú segir að þjóðinni farnist þetta best þegar sjálfstæðisflokkurinn við völd. Við upplifðum þetta mikla áfall haustið 2008. Þá var sjálfstæðisflokkurinn búin að vera viðstöðulaust við völd í 17 ár. Já, sjálfstæðisflokkurinn hann að nálgast 100 ára aldur og lýðveldistímanum, þessi 80 ár, hefur sjálfstæðisflokkurinn verið að miklu leyti við völd. Það hafa komið nokkuð tímabil svona þar sem hefur komið vinstri slagsíða og þá hefur það alltaf verið þannig eins og í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttir þegar að hún tók við eftir efnahagshrunið að ég held ég fari rétt með að sú ríkisstjórn hækkaði álögur á fólk og fyrirtæki í landinu 122 sinnum. Síðan tóku sjálfstæðismenn við með öðrum flokkum og Bjarni Benediktsson verður fjármálaráðherra og í hans tíð hafa milli 70 og 80 skattar og gjöld verið lækkaðir. Þannig að þú sér að það tekur tíma fyrir okkur hægri menn að vinda ofan að vinstri vitleysunni þegar hún búin að eiga sér stað. En ég vil fá, ef ég má klára. Frá því að sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður, í upphafi síðustu aldar, þá var Ísland eitt fátækasta land Evrópu. Og hér var eitt mesti ungbarnadauði í Evrópu. Og í dag, þegar að sjálfstæðisflokkurinn að nálgast 100 ára aldur, að þá Ísland eitt ríkasta land í heimi og ef við setjum þetta í samhengi
með að leggstu tíðnu ungbarnadauði í heimi einnig. Þetta gerist ekki af sjálfu sér. En ekki ódýrt að eigna Sjálfstæðisflokknum þetta? Það var margir flokkar komið að stjórn landsins. Framsóknarflokkurinn hefur verið hér síðan 1916. Geta þeir ekki alltaf sagt, þetta er allt okkur að þakka og heilnæmi á landbúnaði og hvað eina sem þeir standa fyrir? Sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera hryggjarstykkið í íslensku stjórnmálum þennan tíma og þess vegna, svona gerist ekkert af sjálfu sér. Hér er oft talað, var myndaður nýr stjórnmálaflokkur, sósíalistaflokkur Íslands, sem hefur básuna það að sósíalisminn sé vegurinn fram á við. Að sósíalisminn er svarið til að auka hagsæld og velsæld. Að við höfum að vera að kúpa norðursins. Ég hef ekki nokkru að trúa því. Enda hefur þjóðin ekki trúa því, þeir komast ekki inn á þing og fjarið því. En ef þetta hefur gengið svona vel og Sjálfstæðisflokknum hefur gengið vel að lækka álögur á fólk og auka lífsgæðin, þá horfum að síðan á þá stöðu að núna er vinstri stjórn í landinu undir forystu Kristrúnar Frostadóttur. Hún er orðin leiðtogi yfir stærsta flokknum. Þeir eru með þingstyrk sem er meira en Sjálfstæðisflokksins sem hefur ekki gerst nema einu sinni áður í sögunni. Þjóðin virðist ekki vera sammála þessu matiðinu. Nei, Sjálfstæðisflokkurinn er í vandastatur og við þurfum að horfast í augu við það. Af hverju er hann í vandastatur? Ég held að við höfum fjarlægst grunngildi flokksins, við höfum fjarlægst grasrótina og við höfum fjarlægst fólki í landinu. Það kemur fram í niðurstöðu kosninga núna 30. nóvember þar sem að við fáum verstu útreið sögu flokksins. Við förum í fyrsta sinn undir 20% fylgi sem hefur aldrei gerst áður. Þess vegna segi ég það. Ég held að við sjálfstæðismenn höfum gott af því að stíga núna skref tilbaka. Við erum jú komin í stjórnarandstöðu og endurnýja erindi okkar. Vegna þess að þjóðin greinilega vill ekki kjósa okkur. En ef við höfum fjarlægst... Þjóðin tengir ekki við það sem við erum að boða. Ef að flokkurinn hefur fjarlægst þetta erindi, hvað er það sem að veldur því? Ég meina, það er vantilega foristan sem ber ábyrgð á því, er það ekki? Þingforistan, leiðtogarnir í sveitarstjórnarmálum? Fyrst og síðast held ég að það sem hefur brugðist er það að við höfum fjarlægst grunngild okkar eins og ég sagði áðan. Við höfum talað mikið fyrir því að við viljum bákni burt. Og hvað hefur gerst á síðustu árum á okkar vakt? Bákni hefur aukist á umfangi sem aldrei fyrr. Opinberu störfum fjölgar og fjölgar. Á síðustu held ég 12 árum. Á þeirri vakt hafið þið Áslaug Arna báður verið? Ég er nú ekki búin að vera lengi í pólitík. Þannig ég ber ekki mikla ábyrgð á fylgi flokksins. En á síðustu 10-12 árum þá hefur opinberu störfum í landinu fjölgað 20% á meðan á störfum á almennu markaði fjölgað 3%. En þú sem oddviti Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi, einn af oddvitum flokksins í öllum þessu stóru kjördæmi, ber þú ekki ábyrgð á fylgi flokksins? Ég er búin að fara í gegnum 2 kosningar. Fyrir kosningarnar þá er ég oddviti kjördæmisins og við erum langstærsta stjórnmálaafli í Suðurkjördæmi. Í kosningunum núna í nóvember að þá mistu við oddvitarsætið, okkur vandaði 121 atkvæði til að halda því. Og flokkur fólksins. Það var áfall fyrir mig. En þú ber ábyrgð á því? Ég ber ábyrgð á því. Já. Og ég geri það. Alveg hikstalaust. En ef ég má klára, Stefán. Við höfum talað fyrir því og það er frægt slagur okkar sjálfstæðismanna bákni burt. En á okkar vakt á síðustu árum þá hefur það vaxið. Svo er annað. Við höfum alltaf talað fyrir því að við séum stétt með stétt. Og ég finn það ekki, eða ég finn það hjá mörgum kjósendum að þeir tengi ekki lengur við það. Og ef þeir tengi ekki við það, að þá eru við sem í stefni stöndum hvorki að lifa eða að fara eftir þeirri stefnu sem við höfum boðað. Og við þurfum að fara aftur í þessa rætur. Hvað þýðir stétt með stétt? Það er góð spurning. Sumir halda stétt með stétt að þetta sé eitthvað sem við notum í verkalýðsbaráttu, en það er ekki þannig. Er ekki verið að tala um stéttskiptingu? Er þetta að tala um starfsstéttir eða hvaða hópa er þetta að vísa í? Þegar við sjálfstæðismenn tölum stétt með stétt, þá tölum við það að við ætlum að skapa hér öllum þeim sem búa í þessu landi jöfn tækifæri til vaxtar, jöfn tækifæri til að láta drauma sína rætast og koma ársinni vel fyrir borð. Ég nefndi þetta í ræðu minni því ég tilkynnti framboð mitt í salnum fyrir rúmri viku síðan til að útskýra það hvað er stétt með stétt. Það er ekkert launungamál að ég er fædd inn í fjölskyldufyrirtæki, lítið fyrirtæki í Hveragerði sem heitir Kjörís, sem foreldrar mínu stofna og þau voru bullandi bastli fyrstu 20 ár þessa fyrirtækis. Pabbi lifði aldrei að sjá einhvern veginn til lands
við rekstur þessa fyrirtækis. Oft var það þannig að hann gat ekki greitt sér laun. Og hann sagði oft við okkur krakkana, það þannig að starfsfólki okkar sem hefur tekið sér stöðu, hefur tekið ákvörðun það að hjálpa okkur við það að byggja upp þetta fyrirtæki, hefur tekið sér stöðu og áhættu með okkur, það fær alltaf útborgað á undan mér. Og þetta finnst mér kjarna hugtaki stétt með stétt. En þú átt langa reynslu innan þessa glæsilega fyrirtækis. Glæsilegt fyrirtæki í Hveragerði sannarlega sem að þið fjölskyldan hafi byggt. Þakka þér fyrir það. En þú hefur verið í 2 kosningum, verið oddviti, og þú segir núna við höfum brugðist í því að við höfum ekki verið stétt með stétt og samt með þetta í farteskinu. Af hverju mun það breytast núna ef að þeir hefur ekki tekist það í síðustu 2 kosningum? Ég vil bara segja það líka, Stefán. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði hlutfallslega jafnmiklu fylgi í öllum kjördæmum og það gerist líka í mínu kjördæmi eins og önnur kjördæmi. Við heldum samt... Þá þetta sameiginlega ábyrgð, þá skal ég bara vísa í ykkur báðar, ykkur áslögu sem ég hef rætt við. Þið berið þá einhverja skipta ábyrgð í þessu? Auðvitað bera allir ábyrgð og ég ber ábyrgð því sem leiðandi oddviti míns flokks og ég tek það alvarlega. En hvað ætlar þá að gera? Fyrst að þeir hefur ekki tekist... Ég var á hjánum í þessum kosningum. Ef þið tókst ekki þessum 2 síðustu kosningum, hvað það sem þú ætlar að gera núna sem formaður? Hvað breytist við það að þú takir við formennskunni? Mér langar að útskýra fyrir það. Að ég fór allt kjördæmi mitt í kosningabaráttunni í nóvember og var að óska eftir stuðningi fólks. Ég var að tala við sjálfstæðismenn sem eru búin að kjósa sjálfstæðisflokkinn í 20-30 ár og sögðu bara, nei Guðrún, ég ætla ekki að kjósa flokkinn. Og þá var meira sem fólk sagði, ég ætla ekki að kjósa einhvern elítu flokk. Og veistu það, Stefán, ég bara hef aldrei tilheyrt neinni elítu. Og þetta svo fjarri mér, og ef að fólk vill ekki kjósa okkur, þá hefur einhvern veginn brotnað á trausti. Og það okkar núna, okkar sem erum að leiða flokkinn, að efla traust. Ef það átti ekki traust í pólitík, þá áttu ekkert. Og það það sem ég vil gera ef ég fæ umboð til að leiða flokkinn. Hverjir tilheyra elítu ef að þú gerir það ekki? Þú hefur verið formaður samtaka iðnaðarins, þú ert fyrirtækjaeigandi, þú varst í stjórn Bláa lónsins, þú varst stjórnarformaður stærsta lífeyrissjóðs landsins, þú ert alþingismaður fyrir ráðherra. Ég myndi nú að halda að fólk, hverjir eru elíta ef að það ekki fólk með svona feril að baki? Ég ekki stóregna manneskja, Stefán. Ég hef valist í ýmis störf bara vegna þess að eftir minnum starfskröftum hefur verið óskað og kallað eftir. Þannig að þú ert að vísa í stóregna fólk þegar þú ert að tala um elítu. Ég ekki, sumum finnst eins og sjálfstæðisflokkurinn hafi einhvern veginn fessi í því að tala fyrir hagsmunum einhverja fáa sem að geta kannski tala fyrir sig sjálfir. Þá ég að tala um breiðfylkingu. Ég vil sjá sjálfstæðisflokki sem breiðfylkingu. Fólks úr öllum stéttum, af öllum aldri, með fjölbreyttan bakgrunn. Þess vegna var ég svo óskaplega stolt þegar ég var að tilkynna framboð mitt í salnum fyrir rúmri viku síðan. Ég hafði, veistu það í alvörunni, Stefán, ég hef aldrei tilheyrt neinum klíkum eða einhver öðru og ég hafði raun ekki hugmynd bara hvort að einhver myndi mæta. Það var fullur salur? Ég vissi alveg að fjölskylda mín myndi mæta því ég var búin að skipa þeim að gera það og ég var búin að biðja fullt af hvergeringum og vinum mínum á Selfossi og í sveitin, Ölfusi og annars staðar að koma. En þegar ég steig út í salinn og sá þennan mikla mannfjölda sem þarna var komin til að hlusta á mig og mér að fólk komst ekki inn, að þá var ég fyrst orðlaus en svo ótrúlega auðmjúk og sérstaklega þegar ég horfði við salinn og sá þarna fólk á breiðu aldurspili úr öllum stéttum samfélagsins. Ég sá þarna verkamann standa hlið við hliðin á stórforstjóra og ég hugsaði þetta sjálfstæðisflokkurinn sem að ég hef tilheyrt alla ævi. En aftur, að því að það mikið talað og það eru yfirlýsingar eða ég leyf mér að segja skrúðmælgi það hvað flokkun er að vera stétt með stétt og þetta eru frekar svona loftkendar yfirlýsingar. Ég hef líka heyrt þetta nefnt að sjálfstæðisflokkurinn hafi orðið talsmaður þeirra sem að geti bara tala sínu máli sjálfir. Hverjir eru það? Verið að vísa þær í útgerðina sérstaklega eða bankana? Hvaða aðilar eru það sem að fólkið sem að þú tala við? Ég held að það sé verið að vísa til einmitt kannski stærstu fyrirtækja landsins. Þegar að ég var kjörin formaður samtaka iðnaðarins, að þá naut ég ekki stuðnings stærstu fyrirtækja landsins, svo ég bara fá að segja það hreint út.
það var eftir mínum starfskröftum óskað af grasrót samtaka iðnaðarins sem að vildi sjá samtökin breytast og vildu sjá svona meiri samheldni þar á milli og margir sögðu það hefur búið að vinna svo mikið fyrir stórfyrirtækinu í landinu. Það voru iðnaðarmennirnir á Íslandi og það voru litlu fyrirtæki sem tryggðu mér kosningu í fyrsta sinn sem að ég gaf kost á mér til formanns samtaka iðnaðarins. Þegar þú fellir Svönu Helen Björnsdóttur, það ekki? Jú. Já. Aðeins að samtökum iðnaðarins. Þú tekur þar við formennsku 2014, þú hafði verið þar reyndar í stjórninni áður. Það eru samtök sem aðallega byggir nú á stórum fyrirtækjum. Það eru samtök sem geta mjög auðveldlega talað sínu máli sjálfs og ég vísi það sem þú nefnir. Þegar þú horfir tilbaka yfir þetta tímabil, ertu sátt við þá baráttu sem að þú stóðst fyrir á þeim tímapunkti? Já, ég það. Mér finnst ég geta litið bara þakklátum öxl. Þetta var alveg stórkostlegu tími, stórkostleg tækifæri sem mér var gefið að fá að vera og leiða samtök iðnaðarins, langstærstu atvinnurekenda samtök á Íslandi með gríðarlega breiða flóru fyrirtækja. Jú, réttilega eins og þú segir, það innanborðs eru stærstu iðnfyrirtæki landsins eins og til dæmis Marel, Össur, Álfyrirtækin og fleiri. En þarna líka lungin af öllum iðnaðarmönnum á Íslandi. Þarna eru húsasmiðirnir okkar, pípararnir, málarar, bólstrarar, húsgagnaframleiðendur. Þeir hafa nú margir hverjir á síðustu missurum árum verið að hverfa úr samtökunum að því að telja að þau gangi bara þetta risafyrirtækina. Má ég aðeins bæta við? Þegar eftir því var leitað við mig að ég gefi kost á mér til formennsku samtökum iðnaðarins að þá var búin að vera ákveðin svona undirliggjandi ólga í samtökunum og þetta heyrðist mjög oft. Samtökin eru bara að vinna fyrir hennar stóru og það eru minni fyrirtækin. Það eru einyrkjarnir sem hvöttu mig áfram og sérðu afli þeirra í samtökum iðnaðarins vegna þess að ég vann þessar kosningar. Hver þrýsti helst á þig til formanns framboðs í samtökum iðnaðarins? Á þeim tíma? Já. Ég var að segja það. Það voru bara iðnaðarmenn á Íslandi. Bara eins og meistarafélagið í Hafnarfirði og hringinn kringum landið. Það var í rauninni grasrót samtaka iðnaðarins sem ýtti mér í framboð. Helsti hvatamaðurinn á bak við framboðið var Helgi Magnússon, ekki rétt? Nei. Ég fylgdist mjög náið með þessari atburðarás á sín tíma. Helgi Magnússon barðist mjög harkalega í þessu framboði. Já, ef hann hefur gert það, þá hefur hann bara litist vel á mig. Já, og þið voru auðvitað í nánum tengslum. Við vorum búin ég kynnist Helga Magnússoni þegar ég kem inn í stjórn samtaka iðnaðarins 2011, þá var hann formaður. Og við áttum ágæti samstarf. Þú fer síðan fyrir hans atbeina inn í stjórn Bláa lónsins, ekki rétt? Nei, það gerði ég ekki. Nei. Þú satt þar það ekki, þegar hann þar stór hluthafi? Ég satt þar 3 ára skeið og það var Landsbankinn sem hafði samband við mig og óskaði eftir því að ég myndi taka sæti í stjórn Bláa lónsins. Það var líka mikið ævintýri. Glæsilegt fyrirtæki líka. Glæsilegt fyrirtæki og það var svo mikið skóli og reynsla fyrir mig vegna þess að ég hafði alist upp í pínu litlu fjölskyldu fyrirtæki þar sem ég og bróðir minn og systkini voru búin að vasast í öllu og allt í einu steig ég inn í allt öðruvísi fyrirtæki. Uppbygging ferðaþjónustuna þegar ferðaþjónustuna springa út á Íslandi og ég kynntist allt öðru vinnulagi sem að ég gæti síðan tekið með heim í Hveragerði og sagt, heyrðu Valdi, við þurfum að gera betur. Helgi studdi þig mjög öttulega til formennsku í samtökum iðnaðarins. Barðist á hæl og hnakka gegn Svönu Helen Björnsdóttur sem að þú feldir. Þetta man ég mjög vel og fylgdist með. Ég ætla að fá að spila hér eitt stutt myndband frá 2014. Stjórn samtaka iðnaðarins skoraði í ályktun í janúar og stjórnvöld að slíta ekki viðræðum við Evrópusambandið. Á aðalfundi samtakana í dag var þessi afstaða ítrekkuð og jafnframt skoraði á stjórnvöld að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna. Okkur var lofað ekki að þetta færi þjóðaratkvæðagreiðslu og ég sagði hér í ræðu minni áðan að menn eiga að standa við orð sín og ég ítrekka það. Þetta eitt helsta baráttumál samtaka iðnaðarins frá þessum tíma. Þú tókst harðan slag það að aðildarviðræður að Evrópusambandinu yrðu leitað til lykta. Það er að segja aðlugunar viðræður eins og við þekkjum þar. Já, ég ætla að endurtaka bara ormin. Ég held að þau séu fullu gildi í þessu andrými sem að ég tek við formennsku samtaka iðnaðarins að þá eru ríkjandi stjórnvöld á Íslandi þau höfðu hafið aðildarviðræður.
Þær voru ennþá í gildi þegar ég tek við sem formaður og það var búið að tala það að það ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og ég taldi á þessum tíma bara rétt að það yrði gert. Þarna er komið ný ríkisstjórn í landinu og þarna hefur stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hrökklast frá völdum með skömm. Þarna er komið ný stjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og þið haldið áfram að berjast fyrir því að landið ljúki aðlögunarviðræðum. Já, en þegar þessi orð voru látið falla var ekki búið að draga umsóknunum tilbaka. Nei, þið voruð að berjast gegn því án yrði dregin tilbaka. Af því að þið sáuð að það var í farvatninu. Þú verður að athuga það að þegar að þessar aðildarviðræður hófust í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur að þá var andrýmið á Íslandi í þá veruna að þjóðin var í sárum og var í áfalli eftir efnahagshrunið. Og þetta var þeirra svar til þess að ná Íslandi upp úr þeirri efnahagslega áfalli. Það getur verið að það hefur verið þeirra svar. En þitt svar er þegar að menn eru búin að átta sig 2014 að þetta er algjört feigðarflan, algjör vitleysa, málið komið í algjört öngstræti, að þá berst þú fyrir hönd Samtaka iðnaðarins sem eru nú engin smá samtök með milljarða eignir og mikið afl fyrir því að þessu verði haldið áfram. Það er ekki anda þess sem að sjálfstæðismenn vildu á þessum tíma og var nú reyndar klofningur út úr flokknum út af því. Stefán, á þessum tíma þá voru mjög skiptar skoðanir félagsmanna Samtaka iðnaðarins hvort þetta fara inn í Evrópusambandið ekki. Það var búið að reka, sterkan áráður frá Samtökum iðnaðarins að fara inn í Evrópusambandið. Og þú hélst þeim áráður áfram? Nei, ég taldi bara eðlilegt að spyrja þjóðina. Ég treysti þjóðminni og það var það sem ég sagði. Það var búið að tala það að þetta færi í þjóðaratkvæði. Varstu þetta ekki á þeirri skoðun að við ættum að ganga í Evrópusambandið? Ég á þeirri skoðun í dag að við ekki að ganga inn í Evrópusambandið. Sko, ég nefni þetta vegna þess að, og ég seti þetta í samhengi við Helga Magnússon, iðnrekanda sem hefur verið mjög aðsóknarmikill innan Samtaka iðnaðarins varð á þessum tíma, sannarlega, og beitti sig mjög í þessari kosningabaráttu. Hann stofnar síðan Viðreisn og er stofnaðili að þeim samtökum. Ég tek eftir því núna, hann á dfaf.is og hann og Ólafur Arnarsson, skósveitnars, þeir fara mjög mikinn og þeir skrifa af geysilegri hörku fyrir þínu framboði. Ég bara velti fyrir mér, telja menn, er einhver ástæða fyrir fólk til að ætla að þú sett veikari fyrir þeim möguleika að ganga í Evrópusambandið heldur en mögulega mótframbjóðandi. Af hverju er Helgi Magnússon enn í að taka þennan harðaslag? Ég hef bara ekki hugmyndu það, Stefán. Við Helgi Magnússon erum bara ekki í neinu sambandi. Þannig ég veit ekki af hverju þú ert að draga þann mann hér svona inn í þessa umræðu. Ég bara draga það inn vegna þess að þú talaði fyrir inngöngu í Evrópusambandið og ég geng út af því að menn velti fyrir sér. Það var svo stefna sem að hér hafi verið mótuð og það var svo stefna sem að Samtök iðnaðarins höfðu verið að vinna eftir. Þú ert ekki bundin að því að fylgja stefnu sem ykkur aðra hafa mótað. Nú vilt þú verða formaður yfir næst elsta stjórnmálaflokki í landsins. Þarna er ég nýtekin við sem formaður Samtaka iðnaðarins og andrýmið í kringu þessa umræðu var allt annað heldur en það er í dag. En varstu þá þeirri skoðun þá að við ættum að ganga inn í Evrópusambandið? Ég var ekki á þeirri skoðun, nei, en ég taldi rétt að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla. En núna, viltu að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla um inngöngu í Evrópusambandið? Nei, en ég ætla bara að ítreka það samt að ég hef aldrei hræðst þjóð mína. En ég tel að eins og núna, þeir flokkar sem að sitja í ríkisstjórn, forsætisráðherra Kristof Frostadóttir, þegar hún tekur við formennsku í Samfylkingunni, þá segir hún, þetta er ekki eitt af stóru málunum, þetta er ekki eitt af þeim málum sem að ég mun leggja áherslu á. Við vitum alveg hvar Viðreisn er. Og þetta kemur síðan upp úr dúrnum að þetta verður aðal mál nýrra ríkisstjórnar að það eigi að hlaupa inn í hnignandi efnahagskerfi sem Evrópa sannarlega er. Það voru allt aðrar aðstæður fyrir rúmum 10 árum síðan þegar að var ákveðið að fara inn í þessar aðildarviðræður. Já, 2014 erum við komin út úr þeim aðstæðum að stórum hluta. Nei. Þegar að þú lætur þessi ummæli falla. Þá erum við ekki miður storminu. Ef það kemur aftur að bátum. Leið mér að klára. Ég myndi telja það feigðarflan ef að við ætlum að fara núna og rjúka inn í Evrópusambandið þar sem að hagvöxtur hefur nánast verið enginn. Það er helmingi meiri hagvöxtur í Bandaríkjunum og ennþá meiri hér á Íslandi. Við eigum ekki að hlaupa inn í efnahagsumhverfi sem er lakara heldur en okkar. En ættu að gera það ef Evrópusambandinu gekk vel, ef það væri mikil hagvöxtur í Evrópusambandinu, myndi það horfa öðruvísi við?
Þetta snýst ekki bara hagvöxt eða efnahagsmál, þetta snýst líka fullveldi og sjálfstæði þjóðarinnar. Ég tel að Íslandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins. Ég get sagt þér eitt, að ef það eitthvað sem eitur í mínum beinum, að þá það miðstýring og forsjárhyggja. Og mér þykir miðstýring Brussel vera orðin allt of mikil í Evrópu, allt of mikil. Og hún íþyngjandi. Og við vorum að tala það hér áðan, af því að ég var að segja að sjálfstæðismenn vilja sjá bákn í burt. En við erum að fá ótrúlegt bákn yfir okkur frá Evrópu. Og þetta bákn í Evrópu að valda því að Evrópu að missa samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum mörkuðum. Fyrirtæki í Evrópu að fara þaðan. Þau að fara til Asíu, þau að fara til Indlands, þau að fara eitthvað allt annað vegna þess að þau get ekki keppt alþjóðlega vegna þess að eftirlitið og regluverkið svo rosalega íþengjandi í Evrópu. Þetta alvarlegt fyrir Evrópu. Við erum að innleiða þetta regluverk allt saman. Á stóru leyti erum við að því, já. Það líka fyrir frumvörp núna það. Og við þurfum að gera það vegna þess að við erum með eitt besta viðskiptasamning sem að Íslandi hefur gert sem EES-samningurinn. Ég fullyrði að þetta eitt besti viðskiptasamningur sem að Íslendingar hafa gert. Hann að skila ávinningi okkur einasta ári hér upp á 20 milljarða. Líklega 40-50 milljarða sem ávinningur okkar árlega af þessum samningi. Þess vegna mun ég alltaf tala fyrir honum og standa vörð hann. Evrópusambandið stærsta tolla og vörugjalda batteri sem að heimurinn hefur hort upp á. Þið á vettvangi kjörist, þið hafið tekið harðan slag fyrir tollum, vernda tollum fyrir íslenska framleiðslu. Finnst þið það samrýmast stefnu frjálslyndis og frjálsra viðskipta, þar að segja það sem að Sjálfstæðisflokkurinn segist tala fyrir? Nei, við höfum talað fyrir frjálsum viðskiptum líka í þessu landi. Við höfum til dæmis við gagnrýndum á sínu tíma mjög verndartolla á mjólkurdufti til dæmis og samkeppnishæfni niðurfellingu á tollum á innfluttan ís. Þið vildu að það bæri háan toll. Við erum að framleiða landbúnaðarvöru í því fyrirtæki sem að fjölskylda mín stýrir. Við erum líklega að framleiða frá svona 15-20 meðal kúabúum á ári afurð eða vöru. Þannig að við erum, og þú getur alveg skoða ársreikninga fyrirtækisins, þeir hafa ekki verið bestin á síðustu árum. Fyrirtæki hefur verið rekið með tapi og af hverju? Það vegna þess að framleiðsla á Íslandi á verulega undir högg að sækja. En lausnin þar að sitja á tolla? Það nú bara þannig að nánast öll vestræn ríki að þau reyna að vernda sína framleiðslu og það einhvers konar tollar. Ég veit ekki betur en að Donald Trump sé að fara í tollastríð við allan heiminn. Ég ekki talsmaður hans hér sko. Ég bara að velta því fyrir mér út frá hugmyndunum frá viðskipti hvort að það sé rétt afstaða og hver afstaða verðandi forma Sjálfstæðisflokksins situr þess. Af því ég held að neytendur hugsi nú frekar talandi ís, mér finnst nú kjörís alveg frábær afurð, en mér þætti líka ágætt að geta öðru hvort keypt mér Ben & Jerry's eða hvað þetta heitir á einhver öðru verði heldur maður horfir upp á. Já. En þetta það kerfi sem hefur verið byggt upp í dag til að vernda íslenska landbúnað. Og þú ert fylgjandi því? Ég er fylgjandi því að við verndum íslenska landbúnað, að við gerum allt sem við getum til þess að vera með íslenska matvælaframleiðslu í landinu, að bændur geti verið hér í þeirri stöðu að þeir geti framleitt vöru. Það líka hluta okkar fæðuöryggi og fæðuöryggi hluta okkar þjóðaröryggi. Ísframleiðsla fellur nú ekki undir það? Nei, þú varst að spyrja mig landbúnaðar og ég að tala þær. Ég að tala það að hér gríðarlega erfið skilyrði fyrir bændur til að framleiða vöru og vera samkeppnishæfir við stærstu þjóðir heims. Hvernig við erum örmarkaður. Já, það gengur vel í grænmetisframleiðslu til dæmis, nema að orkuverðið þetta hefur rokið upp og að gera mönnum skrá yfir að því að stjórnvöld hafa brugðist í því. Já, það rétt hjá þér. Og það gerðist á vakt okkar sjálfstæðismanna að hér var ekki búin til nóg raforka. Það gerðist á okkar vakt og það mikill ábyrgðar hluti. Raforku verður að hækka hér vegna þess að það skortur á raforku meðal annars. Hvernig dettur okkur það í hug þegar þjóðinni fjölgar hér mest allra þjóða á byggðubóli? Þú bakkaður upp ríkisstjórn sem að gerði einmitt þetta. Þú settist í ríkisstjórn sem gerði einmitt þetta. Sem gerði hvað? Ég bakkaði upp ríkisstjórn. Þú bakkaði upp ríkisstjórn sem að brást algjörlega í því verkefni að afla þjóðinni raforku. Já. Ef þú vilt orða það þannig að allir ráðherrar ríkisstjórnar séu ábyrgir fyrir því, en við vorum í mjög þröngu stjórnarsamstarfi sjálfstæðismenn. Af hverju slituðu þið ekki?
Því var slitið. Já, en seint og síður. Já, því var slitið. Ég tel, Stefán Einar, að það hafi verið mistök að endurnýja þessa ríkisstjórn 2021. Vegna þess að í kosningunum 2017 voru fáir möguleikar til að mynda ríkisstjórn og þarna stigu þessi flokkar fram af ábyrgð. Við fáum yfir okkur heimsfaraldur og ég held að þeir hafi valdið því að í fyrsta sinn í stjórnmálasögunni lifði 3 flokka stjórn heilt kjörtímabil af vegna þess að það kom heimsfaraldur. Fólk hætti að stjórna. Það voru embættismenn sem tóku yfir stjórn á landinu, embættismenn sem nú sitja og þingi og orðnir ráðherrar. En andmæltir þú endurnýjun stjórnarsamstarfsins 2021 inn í þingflokknum? Nei, ég gerði það ekki. Ég treysti mínum formanni til þess að meta það hvernig best væri komið fyrir að mynda stjórnar. En ef þú varst á mótið í að mynda stjórnar, af hverju? Ég sagði áðan, ég tel að það hafi verið mistök. Hvers konar stjórnmálaflokk, já, en hvers konar flokkur er það sem að þramma bara í takt við formannin og fram að bjargbrúninni, þannig að það verður ekki neinn orkuframleiðsla og þetta fer allt í klessu, útlendingamálin fór í klessu vegna þess að þau stöðuðu allt. Ég gat nú rétt þau af í embætti. Þau eru nú ekki í lagi nú. Nei, það vegna þess að nýr ráðherra, hún ætlar ekki að halda áfram þeirri vegferð sem ég hóf. Hún er nú að kalla eftir í fyrsta sinn þið gerðuð ekki. Já, ég kom í gegn breytingum sem að margir ráðherra Sjálfstæðisflokksins höfðu reynt að keyra í gegn, breytingu á útlendingalögum á síðasta ári. Og ef að þær breytingar hefðu ekki orðið, þá hefði þessi kostnaður líklega slegið í 28 milljarða á síðasta ári, en fór undir 20. Það er líka rétt að sá málaflokkur fór úr böndunum á vakt okkar í ríkisstjórn. Þið vorum dómsmálaráðuneyti allan tíman. Já, við vorum það. En ég kom inn í þetta ráðuneyti með það augnamiði að ná stjórn á þessu málaflokki og hvað gerðist? Á síðasta ári fækkaði umsóknum vernd á Íslandi 55%. Brottflutningur frá landinu jókst 70%. Það er árangur. Það er árangur að geta keyrt í gegn breytingar á útlendingalögum sem engum öðrum hafi tekist fyrir en að ég geri það. En það sem er mest vert, að ég náði líka í gegnum þessa ómögulegu ríkisstjórn að gera breytingar á lögreglulögum, nauðsynlega breytingar sem að ég held að Björn Bjarnason hafi fyrst lagt fram árið 2007. Það er líka árangur. Þannig að það náðust áfangasigrar í þessari ríkisstjórn, en það er rétt, við áttum umhverfisráðuneytið og þar náðust líka sigrar hjá þáverandi umhverfisráðherra. Það náðust engi sigrar, Hvammsvirkjun, þetta er allt í klessu. Þetta er allt í tómu tjóni hjá ykkur. Við þurfum að breyta allri lagaumgjörð og regluverki. Það er það sem nýji ráðherrann er að gera. Af hverju gerðu þið það ekki á sín tíma? Nýji ráðherrann, hann er bara að halda áfram með vinnu sem að fyrrverandi ráðherra var tilbúið með og ætlaði að mæla fyrir í haust. Þetta var allt tilbúið. Ný ríkisstjórn, Stefán, hún situr núna til vors í skjóli fyrirstjórnar. Nánast öll mál í þingmálaskrán ríkisstjórnarinnar núna eru bara mál fyrirstjórnar. Þess vegna munum við í stjórnaraðstöðinni sitja og klappa fyrir hverju málinu og fæta öðru. Var fjölgun lögreglumanna sem að Þorbjörg Sigríður eftirmaðurinn tilkynnti, var það mál sem hún er að taka upp eftir þér? Ég ætla bara að benda á það. Að ný ríkisstjórn kemur hér í upphafi árs. Tilkynnir 50 nýja lögreglumenn. Við vorum búin að setja inn í lögregluna á síðustu 2 árum 2,5 milljarð. Núna rétt áður... Það var aðalega að því að það var samið styttingu vinnuvikunar og allt fór í klessu vegna þess. Þið samduðu það. Það var á vakt ykkar fjármálaráðherra. Það voru alla vinnumarkaðins sem sömdu líka. Nei, það var fjármálaráðandi sem samdi við lögreglunni það að stytta vinnuvikuna. Þess vegna þurfti að fjölga lögreglumönnum ef ég maður rétt 70 bara til þess að brúa bilið út af þeirri þvælu allri. Það var hluta kjarasamningsviðræðum stytting vinnuvikuna. Sem fjármálaráðherra undirritaði. Já, og það voru 90 störf sem töpuðust í lögreglunni eingöngu við styttinguna. Þannig að þessi ári fór ég að laga ruglið sem að þeir stóðu fyrir, en þessi 50 störf sem að Mér langar að koma með það. Í lok míns tíma í ráðuneytinu að þá fékk ég 600 milljónir til lögreglunar til þess að fjölga lögreglumönnum og einmitt að fjölga í samfélagslöggæslu líklega á milli 20 og 30. Svo er hægt að koma og segja að við ætlum að fjölga 50 lögreglumenn. Við vorum búin að gera ráðstafanir til þess að fjölga hátt í 30 lögreglumenn í samfélagslöggæslu, einmitt vegna þeirra ofbeldisöldu sem að
hefur verið að rísa í íslensku samfélagi og sérstaklega hjá ungu fólki, að við vildum stíga þar inn að mikilli festu og gera allt sem við gætum. Og þar hef ég mikla trú á því að því verkefni eins og lögreglan lýsir sem samfélagslöggæslu, við færum lögregluna nær börnunum okkar, að lögreglan tengist skólunum og byggja upp traust við ungmennin okkar. Færum aðeins talið að því sem ég nefndi hér upp að máls varðandi stöðu flokksins í Reykjavíkurborg. Þar hefur verið talað opinskátt og menn vita að þar eru mikið hjaðningar innan borgarstjórnarflokksins. Það hefur gengið mjög, það hefur verið skipt oddvita flokksins bara nánast eins og nærbuxur á síðustu árum. Hvað ætlar þú að gera sem formaður Sjálfstæðisflokksins til þess að tryggja það að staðan verði betri fyrir komandi kosningar? Það að ég tel fyrir nýjan formann Sjálfstæðisflokksins algjört forgangsmál núna næstu mánuðum að styðja við sveitafélaginu í landinu og styðja við félaginu okkar hringinn í kringum landið að ná góðri niðurstöðu sveitarstjórnarkosningum. Og þar má segja að eitt helsta vígi okkar á sveitarstjórnarstiginu Reykjavíkurborg, við verðum að vinna hann. Það ekkert vígi Sjálfstæðisflokkurinn, flokkurinn hefur verið í eyðimerkurgöngu þar. Já, það á að vera, það lítur að vera, það eigi að vera okkar vígi. Það er ekki vígi, og hvað ætlar formaðurinn að gera til þess að breyta því? Það er hægt að segja að þetta á að vera vígi. Ég ætla að styðja og ég ætla að láta þetta ganga vel, en hvernig ætlar að gera það á þann hátt sem að núverandi formaður hefur ekki? Sko, í fyrsta lagi að þá verður nýr formaður að reyna að ná hér frið í borginni líka innan okkar sjálfstæðismanna. Það gengur ekki í einhverju málum sem að fara fyrir borgarstjórn að þar tvíklofnar ekki borgarstjórnarflokkur sjálfstæðismanna, hann þríklofnar. Og ef við getum ekki náð borginni í næstu kosningum, þá munum við náttúrulega líklega aldrei ná henni vegna þess að staðan í borginni með þeim hætti að þetta er svo mikið hörmung að það er átakalegt. Það var líka sagt fyrir kosningar 2022 og 2018 og 2014. Stefán, þú hlýtur að sjá að staðan hefur nú sjaldan verið verið. Já, hún hefur sjaldan verið verið. Hér kemur fólk ekki börnum á leikskóla, hér er ekki hægt að keyra á milli húsa, hér er ekki hægt að byggja yfir fólk og ef það er byggt þá er byggt inn á svölum hjá öðru fólki. Já, og þegar ég tala það er ekki hægt að komast á milli. Hvað ætlar að gera til að skapa friðinn inn í borgarstjórnarflokknum? Hvernig gerir formaður það? Við verðum að ná meiri frið á milli fylkinga hér innan Sjálfstæðisflokksins í borginni. Og ég hef stundum sagt það að meðan að við erum hér í einhverjum fylkingum í borginni og göngum ekki saminu til þess verkefnis að vinna borgina, þá munum við aldrei vinna hana. Flokkurinn er í fylkingum. Það blasir við öllum. Ég hef þekkt þetta starf frá blautu barnsbeini og þessar fylkingar eru endis staðar og verða það áfram. Munurinn kannski þá mér og þér að ég held ég hef bara aldrei verið í neinni fylkingu annar en Sjálfstæðisflokknum. Ég ætla ekki að segja ég hef verið í einhverju fylkingu, þetta snýst þetta viðtal ekki um mig, ég sagði að það hafi fylgst með þessu. Það sem ég er að segja er að það eru tvær fylkingar og önnur fylkingin styður þig og svo er það hinn fylkingin sem styður Áslaugu Örnu. Það er óhjákvæmilegt annað að þegar eru komnir tveir frambjóðendur til forma Sjálfstæðisflokksins að þá verði tvær fylkingar. Það myndast fylking í kringum mótframbjóðanda minn og það myndast fylking í kringum mig. En þessar fylkingar eru alveg óbreyttar. Þú munt þá sækja umboðið til annara fylkingarina sem er oft kölluð fylking Guðlaugs Þórs Þórðarsonar. Ég veit að þið Guðlaugur funduð í aðdraganda þessa formannskjör og ræddu það hvort að þú verði mögulega varaformannskandidat hjá honum eða öfugt eða hvað það var. Ég meina, menn voru að teikna upp ýmsar sviðsmyndir í þeim efnum. Já, þú virðist nú bara vera nokkuð tengdur eins og þú hefur verið flug á vegg, sko. Það er verkefni fjölmiðlamanna að reyna það. Já, það er mjög gott. Þú vilt kannski líka segja hvernig þetta samtal var? Við getum farið yfir það. Ég held að sé betra að þú farir yfir það með okkur ef það er mögulegt. Í kringum mig núna er bara fólk allstaðar að. Framboðið mitt byrjaði nú bara í Hveragerði. Þar sem að þeir sem hafa fylgt mér í gegnum allar mína baráttur, sem er Friðrik Sigurbjörnsson, Elín Káradóttir, Ingibjörg Sóðak og fleiri, hjálpuðu mér að stað. Og síðan spurðist það út og það komu vini mínu frá Selfossi, Suðurnesunum og annar staðar og síðan hefur þetta sem þú vilt kalla fylking í kringum mig verið að stækka og dafna og kemur úr öllum áttum. En er það ekki hjá báðum frambjóðendum? Ég er bara að segja að það eru tvær fylkingar. Hvernig á að sameina þessar fylkingar? Þetta er ekki, menn líti einhvern veginn eins og það sé ásökunartótt fólkinni því að segja að þetta séu tvær fylkingar og það sé óbreytt. Er það trúverðugt að þú segir, ég tilheyri ekki neitt fylking og ég bara stend fyrir utan þetta allt saman? Ég er bara í þessu frambjóð mínum forsendum. Er mótframbjóðandi en það ekki? Jú, örugglega. Og allir þeir sem koma og styðja mig,
Ég tek bara fagnandi á móti þeim. Það fólk að styðja mig sem hefur verið í svokallari Bjarnafylkingu og það fólk að styðja mig sem hefur verið Gullamegin og svo fólk sem hefur verið hvergi. Ég ætla bara að benda á það að ég hef alltaf verið ötull stuðningsmaður Bjarna Benediktssonar. Ég kaus hann á síðasta landsfundi og ég lýsti því yfir opinberlega. En þessar fylkingar verður það áfram til staðar? Þó að þú verði kjörin? Nei, ég hef til dæmis talað fyrir því að ef að ég verð kjörin formaður að þá vil ég breyta til dæmis stjórnskipulagi flokksins. Ég tel að leiðin eins og við erum að velja okkur forystu núna að hún dýfki gjánna á milli okkar. Hún valdi átökum félögin í Reykjavík eins og kom fram í fjölmiðlum í síðustu viku. Hvernig vilt þú að formaður sér kjörin í beinni kosningu allra flokksmanna? Ég vil allavega skoða aðra leiðir mjög gaumgæfilega, hvernig við getum aukið það lýðræði í flokknum okkar, hvernig við kjósum okkur forystu. Ég vil skoða það. En þú ert ekki með konkrét hugmyndir þar? Ég vil alveg skoða þann möguleika að almenni flokksmenn geti komið. Núna eru við með nokkur 100 manns á biðlistum að fá að komast inn á landsfund og geta það ekki. Við erum með fólk sem búið að vera starfandi fyrir okkur í sjálfboðastarfi kannski áratugi, hefur opnað félagsheimilin okkar á laugardagsmorgnum, hellt upp á kaffi og skúrað hana og kemst allt í einu ekki núna á landsfund. Það erfitt fyrir þá einstaklinga og þau vilja fá að taka þátt í því að velja nýja Þetta fólk. hefur gerst að báða og bóa, meðal annars fylkingi sem að kendi við Guðlaug Þór Þórðarson, að ég þekki dæmi það sem að mjög öflugu fólki sem að jafnvel formenn málefnanefnda fyrir landsfundum, fyrir formenn sambandshúkra sjálfstæðismanna og annað, þeim haldið fyrir utan landsfundin vegna þess að það eigi að tryggja öðrum frambjóðendunum stuðning umfram annan. Þetta er bara vandamál sem er beggja vegna borðsins í þessum slag. Það að held ég ákveðin vandamál, þetta stjórnskipulag eins og ég nefndi. Og ég hef nú stundum sagt það í svona gríni að ég held að við vorum lengst af 4 fyrir ráðherrar flokksins sem vorum helst nefnd til sögunar í þetta embætti formanns. Það var Guðlaugur Þór, Áslaug Arna, Þórdís Kolbrún og svo ég. Öll hafa verið mjög lengi í pólitík. Guðlaugur Þór í 30 ár eða meira, Þórdís í örugglega 20 ár, Áslaug Arna í 10 ár og ég í 3 ár. Munurinn örugglega á okkur flestum. Þú hefur verið lengur í pólitík en 3 ár. Nei, það eru innan við 4 ár síðan ég tilkynnti framboð til prófkjörs. Það var í lok febrúar 2021 sem að ég steg inn á þetta pólitíska svið. En jú, það er rétt ár, ég hef verið í atvinnupólitík. Auðvitað það atvinnupólitík að vera formaður. Þú ert búin að vera grjótharður sjálfstæðismaður í 100 ár? Já. Og ég vasast í pólitík alla ævi. Ég hef tekið þátt í öllum kosningabaráttum í mínum heimabæ, hvort sem að... Stutt þína öflugu systur? Að sjálfsögðu. En ég sjálf hef ekki sett mig í forsvar með þessum hætti eins og ég geri í lok febrúar 21. Munurinn á mér og þeim er að ég held, og kannski þetta svona sagt í gamni alvöru, ég held að Guðlaugur Þór og Áslaug Arna hafi bæði átt sér þann draum að vera formenn í þessu flokki frá því að þau voru 11 ára. Munurinn á mér og þeim er að mér hefur bara aldrei dottið það í hug. Og ef að þú átt þér þann draum eða eignast hann mjög snemma, að þá býður stjórnskipulag flokksins upp á það að þú fer að vinna með ákveðnum hætti. Að þú fer að reyna að tryggja eitthvað fulltrúa því að einhver tíman opnast eitthvað möguleiki eða eitthvað glöf og þá ætlar þú að vera tilbúin. Þess vegna vissi ég ekkert hvort eitthvað myndi koma í salinn. Vegna þess að ég á bara ekki svona fylkingar. Ég á þær ekki til. Og þess vegna tek ég á móti öllum núna sem vilja sameinast mig vegna þess að ég vil vera sameinandi afl í sjálfstæðisflokknum. Það eru allir nána sem ég tala við orðin þreyttir á þessum átökum. Og ég held að stóru hluta hafi margir haft samband við mig vegna þess að fólk veit að ég hef unnið náið með Bjarna Benediktssyni og stutt hann. Þá ég í Bjarnaklíkunni, en ég hef þekkt Gulla lengi og ég hef unnið með honum og mér líkar vel við hann. Þetta allt vinir mínir. Við erum öll vinir í þessum flokki. Þetta fólk sem þreytist á átökum í að halda sig fjarri pólitíkinu og stunda eitthvað annað. En fólk hefur litið á mig og hvatt mig til að stíga fram í þetta framboð vegna þess að margir hafa séð í mér brúarsmið til þess að tengja á milli þessara fylkinga. Vegna þess að gegnum störminni gegnum tíðina hefur mér tekist mjög vel upp eins og mér tókst upp hjá samtökum iðnaðarins að vera brúarsmiður á milli ólíkra undirfélaga þar
og fá samtökin til að ganga í takt. Þegar ég tek við formennsku samtaka iðnaðarins eru félagsmenn 1100 og þegar ég fer frá samtökunum að þá eru þau 1800. Fólk kom. Rétt í lokin Sjálfstæðisflokkinn, þessa æva fórnu stofnun. Þú varst á fundi með félagsmönnum ykkar í Kópavogi liðna helgi. Mér skilst að þú hafir allavega opnað það möguleika að Sjálfstæðisflokkurinn myndi endurgreiða þá ríkistyrki sem að flokkurinn fékk 2022 þegar að ábótavant var með skráningu hjá skattinum. Þú ert mjög vel tengdur, Stefán. Þú veist bara allt. Ég fylgist mjög vel með. Þú veist Ég var borgað fyrir það. Já, ég ætla að hrósa þessi fjölmiðlamanni að þú ert greinilega að fylgjast vel með mér. Já, það er rétt. Þú vilt endurgreiða þannig? Já. Ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn hefði átt að hafa forgöngu það að endurgreiða þessa styrki. Þannig að flokkurinn var í órétti þegar hann tók við þessum peningum 2022. Jú, en mér finnst líka ábyrgð fjármálaráðuneytisins vera einhver að vera að greiða peningin á reikninga ef að fullnægjandi gögn liggi ekki fyrir. Það er enginn að fara að greiða mér örorkubætur ef að ég hef ekki lagt fram örorkumat. Ég held að það muni koma mjög sent til að þér verði greiddar örorkubætur, Guðrún. En það kann kenna fyrir komin að gangi vel á loka metrónum í þessari baráttu. Verður mjög áhugavert að fylgjast með ykkur Áslaugu etja kappi á þessum fundi eftir það bil viku tíma. Takk einlega. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála í þessum maraþonþætti. En ég hlakka til að sjá okkur hér að viku liðni. Það er dagunum sem að þessi stóri landsfundur Sjálfstæðismanna hefst og við munum auðvitað flytja ykkur tíðindi af honum. Bæði hérna af þessum vettvangi en líka frá mbl.is og Morgunblaðinu sjálfu.